Já, komið þið sæl og blessuð hér, það 50. kvöld og þá komið tími á smá Top CS hér á Íslandi. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og með mér Leo Deathkick. Já, mættur í hús, ekki oft sem við fáum að vera saman. Nei, en það greinilega einhver svona regla að setja mig alltaf með einhverjum sem sterkari heldur en ég. Sem að mér finnst vera, mér finnst það vera ansi leiðilegt. Ég fæ ekki að vera með einhverjum sem ekki að lyfta á fullu. Mig grunar á næsta ári verður búin að bölka, kemur alltaf inn, stendur yfir Tomma. Það fer alveg bölk í gang hérna á næstunni, alveg klálega. Nei, en við erum með stórmeistaramótið, alltaf frétta og við erum að fara að fylgjast með leik tveggja liða sem eru 2-0. Já, við erum komin á þriðju umferð núna. Já. Og hvað, það Cool Bears og Dusty. Cool Bears á móti Dusty. Cool Bears fyrir þá sem ekki vita KPJ line-upið. Já, svona nokkurn veginn, reframed með blasterinn. Já. Og svo erum við með Dusty sem ég held að flestir þekki nú, búin að spila ansi vel upp á síðan. Já, ekki mikla breytingar í þessu line-upi í svolítinn tíma allavega. Þetta búið að haldast örugglega þetta í 2 ára allavega. Já, þetta svolítið svona, if it ain't broke, don't fix it. Sko. Algjörlega, þú býðir þangað til að búið að skemma uppskriftina og þá byrjar aðeins að hræra í grautnum, sko. Já. Það svona reynslan allavega. En gaman samt að tala um það, náttúrulega, KPJ gerðu góða hluti á móti Dusty á Skjálta á sín tíma, gáðu þeim alveg leiki og hefur verið svona eitt af þessum liðum sem að hafa verið í færi að taka möpp af þeim og gefa þeim smá svona run for their money og við skulum kannski bara byrja á að fá Cool Bears liðið upp á skjáin hjá okkur svo við vitum hvaða leikmenn það að ræða hashtag NA, það nýr leikmaður The Blaster. Já, það Blaster. Kemur nýr inn í þetta line-up og hefur verið það var Kórdryggjum á sín tíma eða ekki? Hann var að spila með Þór allavega í sensta sísoni núna hérna í bara senstu deild þá komur hann inn með Þór og var bara mjög öflugur. Já, öflugri heldur en margir hefur búist við. Já, svona miðað við að hann var ekkert búinn að vera aktífur þannig, það tók eitthvað svona off-season og síðan hann bara mjög öflugur allavega, ég spilaði leikamótunum og ég kom mér óvart. Hann líka með svona áhugaverðan playstíl þar sem hann elskar að rísvinga inn í fight sem að fólk svona, hann myndi aldrei svinga aftur og hann gerir það skilur, hann nær ofta að grípa fólk svona með buxurnar á hælunum, það svo svolítið hans MO finnst mér þegar hann spilar sko. Og maður durglega taka eftir því þú horfir á hann, hvað hann ofta að taka angle og tveir svona hann mun aldrei kíkja verið 2 og byrja að hlaupa áfram og þá repíkar hann og þeir eru, þú veist, með forward recoilið og allt í ruglinu, sko. Þannig að hann spilar þetta vel, sko. Það samt ekki hættulegu leikur á móti Dusty? Jú, ef þú byrjar að vita því. Þetta svolítið, hvort fólk adapti á það eða ekki, skilur alveg spurningin, sko. Já. Svo erum við með Edison, hann náttúrulega ætti flestir að þekka Edison, hann búinn að vera svolítið stjarnan í þessu liði, við töluðum ég og Tom á sín tíma, við vorum að fylgjast með KPJ og spila, sérstaklega að koma á opnunum, það var svona eins og Edison væri með auka gír stundum, þú veist, komum við baki upp við vegginn og þá allt í hennu sástu bara eitthvað svona breytast og hann byrjaði bara svona að píka eins og hann myndi það. Já, hann búinn að vera svolítið firepowerið í þessu liði og þetta lá oft eiginlega bara á honum. Þetta var svona, ef hann að fara að opna þessi ránd og búa til tækifæri fyrir hina og ef það var ekki hann þá svolítið bara svona gerðist lítið. En ég held að það var ekki vandamál lengur. Við erum að sjá nokkra leikmenn eins og Víci komið tilbaka, öflugur leikmaður, góður ankur og svona all-arounder, skilur, minnir smá á Tony, bara svona all-arounder, fattur, góður eiginlega í öllu. Og síðan fáum við náttúrulega Blasteri líka sem mjög solid firepower og Clever náttúrulega hefur verið einn besti ankur á sínum tíma. Það var hann einn erfiðasti ankurinn sem ég spilaði á móti, bara hélt sætum ótrúlega vel. Hefur bara alltaf verið viðlóðin toppinn á senunni í langan tíma og kannski, þú veist, eitt sem við tölum fyrir útsendingu sem þess virði að tala það, þú veist, að Rodríguez náttúrulega fer út úr rosternum og það var kannski, þú veist, það kannski ákveðið happamerki fyrir Cool Bears, ekki það að Rodríguez sé lélegur spilari en hann átti kannski sveiflukendari frammistöður heldur en maður hefði viljað sjá. Já, það líka bara spurning hvort þetta sé líka bara gott fyrir Rodríguez. Af því mörgum tilfellum þetta oft bara chemistry issue, skilur. Þannig kannski bara líðið það sem hann fær ekkert almennilega að plumma sig vel og þeir ná ekki að plumma sig vel með honum. Spurning hvort að Rodríguez muni bara standa sig betri í ykkur öðru liði, sko. Það bara mjög líklegt. Já, en allavega engir aukvisar hér í Cool Bears og ef að þeir koma til að spila, þá held ég að við gætum alveg verið að horfa á ansi skemmtilega seríu hérna. Algjörlega. Það samt alltaf erfitt að spá gegn Dusty eða þessum roster sem búin að vinna
bara allt sem hægt að vinna frá því að þeir hétu Þór, búin að halda sig vel saman og virðast einhvern veginn aldrei koma haltir til leiks nema þarna eina leikin á móti Hyper sem þeir tapa á sísoninu. Ég held að það hafi legið svolítið í því bara sama vandamál og eiginlega öll liðin voru að lenda í. Það downtímið þarna á milli nóvembers yfir í janúar og fólk þá bara oft í öðrum leikjum og þannig og Dusty komu shakeið þarna inn. En það ekki máli núna. Þeir eru nýkomnir úr deild, búnir að vera að spila í nokkra mánuði, fara beint í stórmeistara, þannig að við erum alveg að gera ráð fyrir því að Dusty eru bara í toppformi. Já, og fáum Dusty bara upp á skjáinn svona til þess að minna fólki heima á hvað þetta lið ég held að engin þurfi nú áminningu en Rafle, Dabbe, Tony, Pandas og Peter spiluðu náttúrulega algjörlega frábærlega úrslitaleikinn á móti SUS Þór núna og það var svona, þú veist, mér fannst það sko, ég skal viðurkenna, væntingar mínar fyrir þá seríu voru hærri á SUS en það var svona reynslu moment fyrir þá. Algjörlega, þetta líka bara, þú veist, lið eins og Dusty svo adaptive. Þeir eru ekkert bara með einn spilastíl, quote on quote. Þannig að ef þeir lenda í einhverju vandræðum þá mjög fljótir bara að adapta og breyta og laga, skilur við. En það ekkert öll lið með þetta, sem eru bara over-aggressive og bara reyna að berja hausinn í vegginn þangað til að fyrir gegn og sem þau bara ekki fyrir það ekki gegn og þá eru þeir ekkert með neitt annað. En það ekki, Dusty ekki þannig. Nei. Og SUS meira one-dimensional lið heldur en Dusty þannig að ef þeirra approach ekki að virka, þá náttúrulega hafa ekki til að falla tilbaka á móti svona liði, sko. Nei, og það svona, þú veist, það líka bara eitthvað sem hefur verið viðlóðið þennan roster hjá Dusty. Það skiptir engu máli, þú veist, hvort þú sést 5-3, hvort þú sést 3-1, 4-1, þeir eru einhvern veginn alltaf með séns í rándinu og það eitthvað sem ekki öll lið eru með og þú horfir stundum á þetta og þú ert bara einhvern veginn svona, já, ok, Tony, einn inn á A og bak við kassa og Tetris eitthvað á núk og mótið 3, já, hann á ekki séns og svo einhvern veginn bara vinnur hann. Já. Hann á Matrix í einhvern veginn bara vinnur hann. Sama með, þú veist, Peter, sama með Dabbe, Pandas, Rafle, þú veist, það bara skiptir einhver máli hver það er þetta playmaking potential og það kannski svona það sé á svona mörgum leikmönnum í þessum liði hefur sett þá á svolítið annan stall og það kannski forskot líka sem þeir hafa hér í kvöld á móti Kúlbers. Já, þú ert líka komin með þessa áru, skiluru, af sem þú ert búin að vera svona lengi á toppnum, þá eru líka lið oft mjög varkár þegar þeir spila á móti svona dæmi, þú veist, eru kannski aðeins meira viðstöðulaus ef þeir lendi í þessu 1v3 scenarium og hann og bara tökum hann út, skiluru, en þeir vita á Tony einn eftir, þá eru þeir meira svona fattaru, það kemur automatically, það smá þannig, sko. Er það eitthvað sem þú hefur upplifað? Ég hef upplifað þetta þegar við höfum verið að spila á móti þeim og hef séð líka önnur lið gera þetta og gera þetta ekki á móti öðrum liðum. Ef maður svo horfir á þetta bara, þið eru ekki að haga ykkur eins og þeir myndið haga ykkur venjulega, en það út af þessari virðingu sem greinilega liggur þarna til staðar, sem alveg skiljanlegt að því þeir hafa earned the respect, skilur við, það ekki ástæðalausu að hún þarna til staðar, en þetta oft þannig, þegar eitthvað liður orðið svona giant, þá þetta oft þetta sem svona, þeir koma sér inn í leikinn og þá byrjar ok, við meðum ekki missa þetta forskot og það kemur svona ákveð panik í staðin fyrir að vera bara, hei, þetta bara hver sem þetta bara annað lið, fattaru, og það oft erfitt að negla þetta úti þeir ofti og spila á móti svona, þú veist, caliber af leikmönnum, sko. Kemur þetta þá upp bara á comms? Segir einhver bara, þú veist, Tony eftir eða þú veist, þetta meira bara svona stemmingin? Já, það stemmingin, sko. Þú sérð það bara, þú ert inn á servernum og þú ert bara svona, af hverju erum við að spila þetta svona? Við höfum aldrei gert þetta áður, en einhvern veginn koma þessi scenaríu alltaf upp þegar þú horfir á önnur líka spila móti Dusty, þá þetta svona, þetta ekki normal, þú veist, miðað við scenaríu sem uppi, þá þetta smá off eitthvað, þannig að mig grunar þetta sé bara smá þessi ára og virðing kannski rosalega há til þessara leikmanna. Það mjög áhugavert af því að bara það það sem við sjáum, náttúrulega augljóslega einhvern veginn trekk í trekk, en Dusty eru líka sko Íslandsmeistararnir í að sko vinna fyrri hálfleik 6-6 og enda einhvern veginn leikinn 13-6 og það virðist akkurat vera einhvers konar þröskuldur sem bara eitthvað, við erum komin með 6 ránd, við erum að spila vel, breytum því hvernig við ekki missa þetta forskot, það kemur eitthvað, það eitthvað sem gerist og það erfitt að, psychologically erfitt að reyna að skilja hvað í rauninni í gangi þarna, sko. Það svolítið þannig, en þetta leikur kvöldsins, við skulum fá upp Swiss grafíkina og allan bracketin svo að við getum tjekkað á hvað annað á boðstólnum og hvar leikar standa almennt.
byrjum hérna í 2-0 grúppunni, það það sem við erum að fara að horfa á liðin sem hafa farið ósigruð hingað til. Þínir menn í Vega að mæta Þór og svo Dusty á móti Coolbears í 1-1 grúppunni, þar erum við í íslenska anime samfélagið, þeir falla þarna á móti Vega 2-1 í umferð 2, þeir að taka hjólið á enska. Hyper á móti Geir H þarna, þeir koma upp hvað Geir H fer 0-1 vinna síðan næsta, Saga á móti Fylki, Ía á móti Aurora og svo í 0-2 og í hættu á að falla úr keppni hér Badco á móti Vata og Nesti á móti Team Liquid. Já. Já, þetta allavega svona nokkurn veginn, ég myndi nú gefa mér að þessi topp 4 lið sem þarna núna eru svona nokkurn veginn á sínum stað, svona, þú veist, nýr rosterinn hjá náttúrulega þessi kvót gamla KBJ á alveg klálega heima í topp 4 myndi ég segja, og sem náttúrulega Þór og Vega og Dusty eru svona lið sem eru nokkurn veginn búin að sanna sig. Áhugavert svo sem að sjá 2-0 hins vegar Saga á móti Coolbear, hefði haldið að þetta myndi vera svona 2-1 leikur eða eitthvað í þá áttina sko, en gerir ráð fyrir því að Saga haldi sér hérna í keppni. Já, Saga eru búin bara eiga bara í smá erfiðleikum með að finna sig eftir þessar rosterbreytingar og það kannski sést best á þessari niðurstöðu, en eitthvað sem kemur á óvart þarna hvaðan liðin eru. Fyrir mér þá finnst mér þetta svona nokkuð straightforward, leikindin ekkert að fara neitt öðruvísi heldur en maður myndi. Nei, ég sjálf sér ekki. Hyper Þór leikurinn fór svona nokkuð veginn eins og ég hafði spáð, þú veist, 2-1 Þór er með nokkuð öflugt line-up og Hyper klálega áttu bara mikið erindi í hennar leik, en hefði svo sem líka spáð sig eitthvað í þessa átt líka. Þannig að ég sjálf sér ekki, ég er ekkert að sjá henni einhver major upset sem kom mér á óvart, sko. Já. Og svo fáum við að vita hvernig verður að lítast í næstu viku, hvaða lið Dusty, Team Coolbears, Þór og Vega geta tryggt sig áfram í áttalega úrslit með sigri hér, þar til á sigri til að komast þangað, en restin munum mætast áfram í næstu viku, þriðjudag og fimmtudag. Ég ætla nú að dag tækifæri þegar núna stöndum við hérna fyrir framan alþjóð eins og allir vita, og ég ætla að fá að plugga tölvuleiknum sem ég er að vinna að. Já, bara ég var að sýna þennan sko. En við erum með að opna prófanir á Gang of Frogs akkurat núna á Steam, þannig að ef að fólk vill henda sig og spila einn ferskan íslenskan tölvuleik, þá er það bara finna Gang of Frogs á Steam og íta á Play Now og endilega síðan sendi mér skilaboð hvað eitthvað finnst. Þetta er 3. persónu skotleikur þar sem úr froskur og sprengja fullt af geimverum, þannig að þetta er ekki alveg CS, en þetta er gott svona chill með félugunum svona team building exercise í lokin á svona strembnu face-it session. Já, algjörlega. Já, við ætlum að hoppa eins og sprengja einhverja gamepöttur hérna sem einhverju fólk. Já, jafnvel líka bara á LAN-i eða eitthvað svona cozy stemmingu, þú veist bara hei, við að kíkja og prófa. Og líka þetta er frítt eins og segir, þetta er opið eða ekki, þannig að að gera að fá prófa og styðja líka íslenska leikja developera sko. Já, ég vil endilega heyra frá fólki hvernig þeim fannst, en heyrðu, wow, komin grafíkin hérna upp. Grafík kvöldsins, þarna sjáum við froskana og hinn ólega. Er hann með sverð, kallinn? Hann er með sverð. Það er katana í leiknum, hún er ennþá svona á fyrstu stigum sko, en þú getur verið slicing and dicing. Nú erum við að tala saman, þú ert með eitthvað hit rang up my alley sko. Þetta er geggjað, þökkum framlýslu. Takk kærlega fyrir þessa grafík. Talandi grafík, skulum henda okkur í vídeóið og sjá hvaða möpp við erum að fara að spila hérna í kvöld. Búp. Ertu með einhverja spár? Ég held að Núk verið inni, við þykir það líklegt með þetta line-up. Þetta er bæðilið sem eru hrifin á Núk. Núbis lendi ekki líka, það eru svona kannski það sem ég er að hallast það. Þú veist, það verið nú ansið duglegir að banna Núbis í first rotation. Já. Taka hér út Inferno. Ég myndi halda þau 2 endi inni sko, en spurning bara hversu lítið Coolbears vill lenda í Anubis sko. En ég held að Dusty séu bara mjög hrifnir að þið almennt. Já, ok. Dusty-vídeóið verður sem sagt Coolbears og Coolbears verður Dusty. Við lendum í smávísinni grafík megin. Já, challenger mót með einhverja þannig að það voru, Coolbears að banna hérna Inferno. Ekki það með þetta kannski ekki endilega líklegt að Dusty var endilega að pikka Inferno í þá, en ég veit það ekki svo sem ekki.
Ég held bara að Það bara Dusty banna á allt. Dusty ráða bara þessu vídeói. Já. Nei, en sem sagt, ég held að þessi frekar það að þú vilji bara ekkert endilega mæta Dusty í Inferno. Nei, hann lendir alltaf eitt á möpunum á Núbis. Ætli Núk verður þá ekki fyrir valinu eða? Og það er valið þá af Coolbears ef við förum eftir röðinni. Já, ég yrði persónulega ekkert rosalega sáttur við Núk pick, sko. Ég myndi reyna að flóta það ef ég væri þeirra. Þú vilt ekki að Dusty endi city main í mappi eins og Núk. Nei. Þannig að persónulega myndi ég flóta það, en sjáum svo sem hvernig Núk verður inni bara eins og í 98% seríum sem íslensk lið spila. Ég bara reyna áttum á hvað þriðja mappið áttur að vera hérna, Overpass eða? Overpass væri mjög sterkt pick. Þeir pikka Núk, pikka bara Núk. En ef þetta var öfugt, þá var þetta sem sagt, þá pikkuðu hérna Coolbears ekki að Núbis. Dusty valdi Núk. Dusty segja bara okkur alveg saman þó við byrjum ekki að setja í Núk. Við erum bara Smáru glýmslegt náttúrulega að hafa þetta allt á Dusty hérna, en það er bara eins og það er. Við veitum það 1 og 3, það er Coolbears. Næst það sem kemur upp verður Coolbears að banna. Já. Þannig að við getum ráðið fram á þessu. Það er banna Overpass. Það eru vantilega Coolbears sem banna það. Ancient og það var Mirage, áhugavert. Ég er mikill Mirage maður, þannig að ég er mjög hrifinn af þessu mappi. Er það? Frekar en Dustinu, sko. En það er líka bara henda mínum spilastíla aðeins meira. En það er svona aðeins auðveldur að vinna sig áfram, finnst mér í Mirage. Já. Að Dusty getur verið oft svona aðeins. Sko, við höfum oft talað um það. Mirage er ekki spilað eins mikið og maður myndi kannski búast við í íslenskum CS almennt. Já. Sjáum oftast hent út hérna bara í fyrsta rotationi en mér finnst að vera svona að komið smá comeback. Já, ég er eitthvað ánægði með það en við veit hins vegar að Dusty er bara mjög hrifinn af þessu mappi þannig að ef ég er að líta á mappúli þá er þetta alveg ég myndi segja þetta halli á Dusty sko að þeir eru með Halli á Dusty? Nei, halli á Coolbears. Já, Dusty er klálega með advantage hérna í vettúanum myndi ég segja sko. Þeir eru svona að lenda í sínum skemmtilegustum öppum. Já, ég meina, þú veist, við höfum ekki séð einhverja veikar framistöður frá Dusty í Anubis. Nei, í rauninni einu veiku framistöður sem ég sé hjá þeim í einhverjum öppum hefur Inferno svona aðala. Annars það væri verið nokkuð öflugur í heila flestu öðru sko. Þeir er alltaf kláruð með rísa mappúl, flestið eru með svona mappúl á 3-4 og hittir svona vonandi lendum ekki hana en þau eru búin að spila með sama roster í 2-3 ár þá ertu búin að drilla öll og getur farið í gegnum all mappúl eins og ekkert sé sko. Ég er svektur við sem ekki að fara að sjá Inferno því að þeir kaupa flestar Novur í Inferno sko. Þannig að ég er svona Nova counterinn sko. Hvað áhugavert að fá svona þitt take af hverju fóru alltaf inn að sjá Novuna svona mikið ég er ennþá mjög forvitin af því að ég elska Novuna sem vopn þú veist, ég veit það ekki, bara cheapurgla ódýr kannski í ykkur íkorondum þar sem hún að taka hana og samt að ég peningi næsta eða eitthvað hannig af því flestir náttúrulega vilja XM-in og frekar sko, hún er náttúrulega geitin Ásamanlega Ég elska XM sko. Ég er Novumæður sko, through and through, snæperinn Já, mig grunar samt líka, þú veist, það tengist í kannski hversu öflugur hún er að hoppa og skjóta og eitthvað svoleiðis, skilur, svo Maggan, skilur Þannig að hún er kannski eins meira versatile í einhverjum ákveðnum englum sérstaklega Inferno, þú ert að fara yfir vegginn og þarna og banana og þannig en þú gerir það ekkert endilega með XM auðvitað sko. Nei, náttúrulega bara komið frækt moment þannig að Peter tekur Novu Ace til þess að klára leik á tímabilinu það er ennþá eitt af mínum uppáhaldsmomentum bara í íslensku CS að ég er svo mikill Novumæður en við hafum áhvert að sjá hvort við fáum einhverja Novur hér í kvöld en við erum cirka 30 sekúndum frá því að fara inn í leik hvernig heldur að þetta fari þetta straight 2-0 Dusty eða með við þetta mappúl, já, ég myndi halda það ég held að þetta verði örugglega nokkuð sannfærandi 2-0 kannski svona 13-9 13-7 eða eitthvað þannig gruna mig ég held að þetta fari ekkit endilega líka tengist í á stóra leiti þú veist að lenda komið nýjan roster eiginlega, þetta eru 3 leikmenn Vici að koma tilbaka þú veist, Clever þarna inni og Blaster, þú þarft að vera búin að fínpúsa fáránlega mikið ef þú ætlar að taka mapp af Dusty þannig að þetta væri seinna í mótinu mögulega en þetta er tiltölulega snemma þannig að myndin þetta væri bara samfærið til 2-0 Já, við komumst að því innan skams hér en Coolbears byrja CT megin því að Dusty hafa valið að byrja tíma áhugavert pushina, skemmtilegt að þeir fari bara upp middina Já, og það þýðir ofta að þeir gefa sætana þannig að Edison hér í góðri stöðu til að taka mótis pushu og koma þeim á óvart en finnur ekki mannin
Bombar komin hérna niður A-main. Já, Dusty mjög splittaðir bara á sikkurum megin á mappinu og núna læra Coolbears slæmufréttinar, plantið hinum megin. Þetta frekar chaotic ground hérna, það eiginlega búið að labba allt mappið tiltölulega hratt, Rafli nær einum hérna. Frábært skot, já Rafli. Nær öðrum, búin að jafna stöðuna. 2 á 2 og Rafli með þriðja. Þetta cleanist. Núna þetta erfið staða fyrir Clever. Sýnst hann ekki vera með kit, heldur þið það? Nei, og opið plant, hann þarf að finna 2 bardaga, þetta nokkuð ómögulegt. Já, vonlista fyrir Clever hérna, Rafli bjargar þessu rándi fyrir Dusty. Þetta leit rosa vel út fyrir þá á tímapunkti. En Rafli einhvern veginn komst upp með að taka 3 1v1 bardaga og bara bjargar algjörlega rándinu fyrir Dusty. Það er það sem hann gerir vel í þessum aðstæðum hann býr til þess að 3 1v1 algjörlega og verri spilarar hefðu setið aftar og kannski þéttara lið Coolbears megin hefðu verið nær hvort öðrum í rótitinu. Algjörlega, í rauninni þetta var besta sem hann gat gert, hann vissi að þeir voru komnir með allt aðeins og væri með territory til að fara fram og ná í pikkið. Hefði hann tekið bunkerinn þá hefði bara 4-way retake komið inn og tekið að báða út sko. Já. Það er hlaupið út miðjum hér og Pandas! Flott transfer á setninga hérna. Já, finnur 3 hann með mökkunni til þess að opna reikningin hjá sér. Og Víti einn eftir middeglu að leita einhverju hér. Nær líklegast Peter upp á þessu. Já. Gott skot. Hvort hann á að gera þetta aðeins dýrara fyrir Dusty. Þetta er svona byggir sjálfstöðstið þegar maður byrjar að lenda svona skot. Og Rafli með perfect jump hérna. Stoppar nógu stutt til að bara vera að tísa hérna. Kastar öll lífið til henni sínu. Væri stórt fyrir Víti að finna þriðja leikmannin hérna, myndi setja smá pressu og efna hinn og Dusty en gerir það ekki. Dabbi vel staðstættur til þess að moppa upp þetta ránd. Já, þetta flott ránd hérna frá Dusty. Ná að halda 4 á lífi og 3. Það voru 3, já. Já, Víti tekur hérna. Það var vissulega smá farm hérna hjá Pandas, hann var aðeins að bara setja inn yfirvinnuna á peningnum. Algjörlega, þetta var líka Pandas gerir þetta rosalega vel, hann er mjög góður í að píla sko, þar sem hann fer inn og býr til fáránlega mikið pláss fyrir liðið sitt til að vinna með og gerir hlutverkið sitt í rauninu bara sem endri mjög vel. Það þarf ekkert endilega að fragga mikið, liðið hans tekur yfirleitt upp það sem hann skilur eftir. Clever með gott fragg. Já, og agað hold þarna í turbo hjá Clever, ekki að kíkja vatnið, ekki að gefa Rafli færi á sveit og ég veit stutt greina, allt og stutt. Já, ég veit nú ekki hvort þið búist við vappanum í höndunum á Dusty. Nei, þetta var svona hann í rauninni bara greinaði vinsinn. En Peter komin inn í góða stöðu. Spurning hvort að hleypir Víti fram hjá sér. En Blaster tekur á móti. Já, solid akkir eins og talaður Já. Skila sínu þarna, Peter samt gæti fundið eitthvað þegar Víti kíkir, gerir það samt ekki Víti og Blaster bætur betur, þá er bara Rafli eftir 1 og 2 hér. Rafli ekki hægt að count him out. Nei. Mínum að þetta er búin að vera bara einn af topp leikmönnum hérna, númer 1 líklegast að mínum að þetta í bara síðastliðið ár sko. Já, Rafli átti líka bara sérstaklega, það var ákveðið tímabil þar sem hann spilaði sko bara eins og hann væri John Wick og einhver hafi myrt 100 sko. Algjörlega. Það var bara tilfinning á baka hvert einasta vappaskot og þau voru öll að lenda. Já, frábær í að akkurat að opna rándin með vappanum hvort sem hann er í terri eða seti. Hann einhvern veginn hefur svona nekk fyrir það að vita hvar hann getur fundið þau sko. Fer inn í smókin hérna. Edison virðist eins og að vera alveg mjög vakandi fyrir þessu. En skiptir engu, Rafli snegri. Það sem kemur út. Víti lappar í þetta. Vinnur þetta. Eins og ég segi, Rafli, það er aldrei hægt að count him out. Nei, 7-0 á honum hér. Já, brýtur bankan hérna hjá Coolbears og allir komnir að AK hjá Dusty núna. Þetta var
frábært ránd hjá Rafli, Það var í augljóslega. rauninni það sem við varst að tala um áðan, skilur þú veist, getur ekki máli þótt að sé 1-3 eitthvað hættan bara alltaf til staðar og það þarf bara að spila þetta mjög vel. Og þetta svolítið vandamáli líka, þú veist, Edison fer einu megin, hinn kemur einu megin, þú ert aftur búin að setja þetta potential af taka þessi 1v1 fight í staðin fyrir að vera bara báðir að taka sama rútuna inn og spila treytið, sko. Og hvað gerir Rafli? Hann ítir inn í smókin, hann býr til 2 1v1s með því að stilla sér upp það sem hann næra einangra fætana. Það er búin að í Pandas, nei, hann stoppar þetta með að streyja þarna. Það er að góða að fyrir Pandas. Þetta var reyndar fáránlega flott þarna, hann skýtur bara randomli í smókin niður stíðan til að hægja hann svo hann getur ekki komið í baki á honum. Og næra tryggja þá allavega 1 fragg með því. Og stiltu upp hér fyrir utan B. Það sem er háfaða A-megin. Verður tekin hérna. Ronna nær skot inn en ekki nóg til að fella. Ég er Rafli að fela skátina maður, ætla ekki koma honum í hendina á Coolbears. Nei, þeir ná allavega einum AK og gerir ráð fyrir þeir ætla bara að reyna að finna annan og halda. Já, ákjósanlegast í stuðinni, svo sannarlega. Það held ég. Þetta er svona agaður Counter-Strike þegar þú hættir að hugsa bara, já, ok, hlaupum bara inn og klárum þetta ránd. Það er þessi þolinmæði að nenna að bíða eftir því að bomban klára að springa og stilla upp fyrir exits. Það getur skilað töluvert miklu. Við sjáum líka bara rosalega mikla breytingar á Anubis og hvernig þetta vatn spilast núna eftir breytingar er að það verður miklu hægara. Já. Út af þessi smókar sem koma þarna út og búin að deniða þeir komist í vatnið í byrjun ráns, þannig í rauninni ertu búin að bæta alltaf 30 sekundur á hvert einasta ránd núna bara út af þessari einu litlu breytingu, sko. Já. Þannig að sáum við blasterið mitt hanga á línunni kannski lengur en hann hefði átt að gera. VJ var tökkaður inn í hotnið og þeir vissu ekki af honum, þannig að hefði verið kjörið tækifæri fyrir blasterið bara til að falla tilbaka og beita þá inn í VJ. Já, mögulega. Taka bara að lefa VJ að vera first contact kannski. En, já. Gruna eitthvað lappar inn í þessa línu. Heyrir líklegast ekki smókin. Nei, hérna skópinn segi ég. Blaster í flassinu, tekur Peter, nær 2. Gott tækifæri hér fyrir Coolbears, 2 mönnum yfir, stutt liðið af rándinu og lítið unnist hingað til af Dusty. Já. Sýnist að vera bara ætla að komitta hérna á AF, ekki mikið af valmöguleikum sem að Dusty hefur annað en bara keyra hérna út. En það er 3 að taka móti, einn kom inn close. Gott swing hérna, einn nálagt, tekur dabba líka VJ og hann er bara Tony. Þetta er ekki búið hundur búið. Nei, Tony á örugglega eftir að gera með þetta smá erfitt fyrir. Blaster, saman 4 eða ekki? Var það 3 eða 4? 3. Spilar þetta vel. Og Já, VJ tók 2 þarna í og já. Blaster bara opnar þetta frábælega fyrir Coolbears þarna á miðjunni, lætur Dusty ekki komast upp með neitt vesens þar. ég var akkurat að fatta líka, Blaster er ekkit endilega þekktur fyrir að vera einhver vappaspílari. Mjög solid rifler, en reyndar þegar maður horfir á line-upið þá kannski ekkit margir sem koma til greina sem lead opper, sko. Nei, vappin er sko, ég vil meina að fyrir alla góða CS-spiluna þá er vappin svona vibe business. Ef þú dettur inn í það, í taktinn, sko. Hann er oft þannig, sko, og meira þess að fyrir vappaspilara þá lenda þær í ofti og þá er bara, þetta er ræfuldagur. Já, það er bara klárlega þannig. Það er press að sleppa B hér. Tony. Varnar. Gera viljana, Coolbears, ná öllum, halda sér 4 á lífi, sannfærandi ránd fyrir Coolbears. Já, og þetta var force hjá Dusty, peningurinn í hafinu hjá þeim akkurat núna, lítið á milli handana, þannig að við sjáum þetta er bara glokkuspar hér. Throwback á hafið, maður. Já, gamla líka góða. Þetta er gamla góða hafið, Dusty. Það er line-up. Já. Það er svona einhverjir allavega. Ég meina, Tony og Clever sikkurum megin við miðjuna hér núna, en það er ákveð að fara í force, full force hér, tekkur ein makka. Já, þeir hétt sér alveg niður.
Þetta áhugavert. Þetta eitthvað sem við sjáum Dusty gera í leikina sem við líður vel. Já. Og þeir hafa talað það líka í viðtölum. Sagt bara, já, ef okkur líður vel þá eru alveg tilbúin að taka svona play. Blasti svingar aftur. Wow, VJ! Þvílíkt spray hjá honum. Þetta var rosalegt spray. Rosalegt. Allt í haus. Já, líka bara á fyrstu 10 kúlunum, sko, og nær 3. Já. Svo hann þetta ekki á hvernig degi, Peter núna einn eftir Makka og Tekka. Veit ekki, þetta sem hann sjá ekki byssuna. Þetta sem eitthvað kaldur í dag. Já, gefur hún séns á að snúa við og svinga. Já, já. En þetta rættast gott ránd hérna og líka þetta var svolítið hættulegt líka fyrir Dusty, þetta force, að þeir fá ekkert fyrir það og að setja núna Coolbears í bara stöðuna til að setja þetta í 4-4. Jafna leikinn og mögulega eiga eitthvað tjens á að komast hérna yfir. Það eins og þeim líði bara ekki vel nema þeir farið 6-6 í gegnum fyrir hálfleikinn. Það ótrúlegt hvað það hefur gerst oft. En það akkurat í þeim leikjum sem þeim líður vel, þá eru þeir líklegri en ekki að gera það út af því að þeir taka þessar ákvarðanir, út af því að þeir spila af smá kæruleysi og það sem Panda sem við sagt í viðtölum taktíkin þessi. Ef við vinnum þessi ránd, þá brjótum við á andlega og við stímrólum restina af seríunni. Ef við töpum þeim, þá endum við 6-6 og svo vinnum við bara seinni hálfleik. Já, akkurat. Þetta erfitt crossfire hérna, 3 tilbúinir í crossfire. Þá ekki alveg valjúinu sem þeir vildu úr þessu, en taka það núna. Þessi súla náttúrulega fyrir þeim sem eru þarna í elektrik, þannig að hann svingar út og hann í rauninni eiginlega bara einn að taka mótis í hotninu. En staðan 4-4 og kaup hérna hjá Dusty og mikilvægt kaupránd af því þetta mun setja svipin á leikinn ef að Dusty tapar þessu rándi. Já, VJ fremstur í flokki hér í þessu kompaki hjá Coolbears. Ná að strengja saman nokkur rándum, VJ 12-5. Blasti líka búin að vera baneitraður hér á vappanum, en spurning hvað Dusty geta kastað í áttina að Coolbears hér í þessu rándi og það virðist vera hratt að lobby control. Kemur það tekur þessa grensu, Eru duglegir að sækja þetta info, Coolbears? Búin að píka alveg upp í að vita ekkert að frétta þar. Ná þá að róteta með þær upplýsingar í huga. Kemur búst í hann upp, Blastir mögulega að fá þennan í hliðina hjá sér. Virðist ekki búast við neinum þarna í gegn. No. Svo Rafle algjörlega frýtt frag, en Nonni svarar annars þar á mappinu á sama tíma. Þessi gluggi býr til skemmtileg plays akkurat á þessu. Rafle með 2. Keyra hérna á A1, splitt A1. Nonni nær einum. Það hann öðrum, fyrir grenuna. Víst ekki við Peter. Í bakabri á miðinni. Það er eitthvað svona kalla að þeir hafi bústað og þá bara... Já, hann hefur fengur bara info á 1, sko. Þannig að, og hann var líka hann sem var tekinn eða ekki. Jú. Þannig að gerir á fyrir að hann hafi bara haldið að hinn var allir inn á hannu. Clever og Peter í smá fyrirleik. Sýnist þetta ætla að vera bara save eða ekki? Jú. Gerir þetta dýrt mögulega? Þrátt fyrir það að það sé sterkur peningur hérna á Coolbears að þá geta þeir runni spara þetta ránd og átt kaup út leikinn. Held að þetta sé bara rétt að playa í stöðunni, vita að peningurinn hjá Dusty ekki góður. Ná að lífa hérna í hotninu. Já, Clever gerir vel hérna nær einum. Er húnum refsa hins vegar að Peter. Já. Þessi virði, samt sem áður. Já, algjörlega, peningurinn góður hérna hjá Coolbears og ná að halda peningastöðunni niðri hjá Dusty í töpuðu rándi, þannig að eiga þá ennþá séns á að brjóta bankan og sigla þá vonandi 2 rándum back to back. Og aftur, bara hagaður Counter-Strike sem við erum að sjá hérna hjá Coolbears sem þýðir það líka að þeir eru að mætin á server til þess að spila. Þeir eru ekki hérna verandi búin að ákveða það, já við hefum ekki sens, við erum að tala sem leik. Þeir halda, þeir geti mætt hér, gefið Dusty seríu og gert það sem fá lið hafa tekist að gera og fella þessa risa sem er í þessum roster. Þetta voru ekki smá hérna, Edison gekk ykkur pínum valkvíða þarna.
Hann ætlaði að fara út í gluggan og við leiðum þeim að klára hérna hvað í gangi. Tveir lágir. Mjög lágir. Þetta hægt, clever, veit af hinum. Þarf að ná Peter hérna. Gerir það ekki, núna þetta allt á VJ, 1-2, Tony lár, Peter lár. Tímasetningin virkar vel hérna á VJ, hann lappar í gegnum smoke, enginn að covera. Þú voru því ekki sýnist mér, Nei. að bíða eftir plantinu. Gott push, veit að hinn að Felix leysi headshot anguli sýnist mér úr þessu. Gerir þessu VJ, bjargar þessu rándi. Það ég var að fara að segja á hann að Edison ætlar að hoppa út gluggan, fær ykkur grensvísi, stoppar, tafinn 2-3 sekúndur og síðan var það svona eins og á ég að fara og ég ekki að fara. Já. Stekkur anyway. Þú veist, hann hefði þurft að fatta að glugginn var búinn. Þú þarft að vera niður eða out. Það ekkert, leiður bara að heyja þér 2-3 sekúndur þá þessi gluggi bara farinn, sko. Þú ert að fara að deyja þú fer niður. Hyggjum saman tap. Það svolítið þannig, sko. Þessum aðstæðum. En vel spilað hjá Coolbears, náð þarna neita Dusty það að strengja þessum 2 minútum saman. Já, það var þessi sem var inn á aðeinu sem að bjarga þessu. Tekur alla niður og þá náðir svolítið að vinna með það. Það var skjálftast ekki... Blaster sem spilar, jú, sem spilar hérna. Það hefur verið hann, Blaster clever. Við ná að stoppa þetta og núna sjáum við áhrifin af þessu spari og að það hafa haldið efnahagnum niðri. Það bara Digla og Peter og nokkri galilar umferð, þannig að vopnbúnaðurinn betri Coolbears megin, 5-5 staðan. Núna sjáum loksins fara upp Electric, við erum ekki búin að sjá mikið Electric playum frá Dusty, en hérna kemur fyrsta. Tekinn, ná ekki rífrækinu, Tony og Rafli opna þetta round, alltaf clever, tekinn líka og erfitt retake. Keiri hérna bara upp, refsa fyrir það, Peter. Ekki oft sem maður sér hann fara í svona play. Nei. Sýnist bomban, já, þeir ætla bara að fara með þetta á bíðið. Já, ég meina þetta var eitt af þessum playum þar sem að það virtist bara eins og bara miðið hjá Coolbears var ekki til staðar. Þeir fengu tækifæri á öllum þessum fætum, þeir hittu einhverjum kúlum en bara ekki á réttum stað. Voru líklega ekki conditioned í þetta. Þetta eru 10 round þar sem enginn hefur komið Electric, það er búið condition eða það er ekkert að frétta hana, það er engin ógn. Þeim kemur þetta og þetta er ekki tilbúin. Sturblindar Dabbi. Og Tony lokar þessu með snirtilegum skotum. Þarna 6-5. Nægur peningur fyrir kaup hér, Coolbears megin, þannig að við fáum kaup á móti kaupi hér í lotunni. Peter neittur væntanlega til þess að vera á einhverju öðru heldur en AK. Nei, liggur AK fyrir hann. 1 round, spurning hvort þetta endi jaft eða það væri skemmtlegt fyrir seinni helming. Já, það er bara í takt við lórið hjá Dusty. Já, ekki reyndar ofta sem maður sér Edison hins vegar að bottomfragga hérna fyrir liðið sitt. VJ 16-7 leiðir. Já, Coolbears leiðir bara allan serverinn. 2-7 á Edison, 1-10. Dabbi ekki að finna fótfestu hér í þessum hálfleik. Góðus hérna, ná 3. Góð grena, nær alvöru skaða hérna Tony. Og clever lár í þokkabót. Þetta ránd allt í henni fór frá því að vera gefins í stórhættulegt. Og clever. Hann tekur stóran séns og spila framalega þarna. Gerir. Já, hann fær eitthvað fyrir það. Já. Það hlýtur að vera búið að kalla hann að vera Lár og Peter bara aldrei búist við hún svona framalega. Nei. En þá fáum við að sjá einhverju galdrar eftir hér í skónum hjá Tony. Hægt labbi hérna bara, tekur teppið. Sýnist hann alltaf bara enda á aðeinu. Nenni líklegast ekki að fara í allar hennar eldingaleik. Það er oftara líka en ekki er bara gott að brenna tíma með að við hver gamla infóið er. Leyfa þeim svona aðeins að hugsa áður en þú ferði í slægin aftur. Já, og án þess að hann viti það svo sem að þá er hann að velja auðveldasta farveginn sem er í boði fyrir hann hérna. Mæti lágum Clever inn á sæt. Komin í rotate hins vegar, en Clever er hins vegar bara lokar þessu bara. Tekur 2. 4 í þessu rándi Clever. Já, þetta er áhugavert skorboard að horfa á. 14 sem 5-5-1 hjá Dusty. Já. Og sem 16-15-9-2-4. Það er drift á milli leikmanna hérna. Já, og
sko kannski ólíkt því sem áður hefur verið að þá Edison, ég myndi eins og segir, ekki að leiða liðið Já. í fröggum. Í rauninni Eiga bara inni. hvergi sjáanlegur. Nei, þeir eiga hann bara inni. Já, en hann hins vegar aftur á móti mjög öflugur terspilari, þannig að mig grunar að þetta er ekki oft leikmaður sem leifir sér að enda neðstu lengi. Hann fær kannski eitt lélegan helming nær ofta stígu upp í hinum. Þannig að þetta er ólíklegt að sjáum hann svona niðarlega allavega út leikinn. Hvort hann endi ekki double digits eða eitthvað, vonandi. Skili sínu í það. Já. Og það geisla á miðjunni Peter. Já, refsaður fyrir rísvingið en þeir keyra hérna ákveða bara að kommitta inn á æð. Dabbe, búið með kúlurnar. Rafley í vondri stuðina, verið að samloka, nær ekki frakkinu blasti með 2 og þá Tony komin hérna nokkuð snöggur inn en VJ Lár í þetta 2-2 allt í einu, sá Nonna, veitum einn, vitaður hinn, nei Pandas, núna vitaður nákvæmlega hvað Nonni erfið staða fyrir Nonna, já, akkurat. Þetta var Tony snöggur að koma og fá infóið frekar hratt. Já, og þokkalega klínísk rítik. Líka bara, þú veist, þetta akkurat að vera með 4 í líf á móti pistólarna uppi. Þetta er hættulegt, þú vilt helst koma þér í eitthvað aðeins betri stuðu. Headshot angle eða eitthvað sem er erfið að hitta þig. Já, þetta er gráðugt. Já. Þú ert kannski ekki besti kandidatin í að vera fyrsta kontakt á þessum tímapunkti. Alls ekki. Þetta er bara svo rótgróð í íslenska síðaspilara, ég með törf, ég vil ekki gefa það upp, skiluru, en í mörgum tilfellum er bara betra, akkurat þú ert með 4 í líf að því leiður er náð þér, þá kemur þetta confidence líka þeirra sem er drepa þig, sjá infóð á Nonna og þá rándi svona eiginlega að falla Dusty í hæginn annar. Þetta er bara eignarétturinn, hann er innprentaður í okkur. Já. En það verður pop B hér hjá Coolbears. Gott blast, Pandas tekið í það. En þeir eru tilbúinir í þetta, Pandas með 2, næra 3, verður búið með kúlurnar. Það var bara uppspandinginu upp. Pandas 8-6. En aftur á móti síndist mér þetta ekki að vera forspæ, þannig að þeir eiga pening hérna, AK-arnir koma út. Já, 8-6 og... Líklega bara rétt kall líka í 6-6 leik. Saman. Vilja ekki endilega fara í 9-6. Nei, og líka bara þú setur allan efnahæginn í vesen, þú veist, út hálfleikinn og endar einhvern veginn í, þú veist, þú átt pening eftir, sko, rándið, tala nú ekki með og vinnur það, þú veist, með öllu stöffinu og svo þá langar þig að kaupa meira og þetta er bara óþægilegst að mér finnst þetta miklu hreinna en Nonni vinnur hér fætin í vatninu á móti Dabbe, Peter svarar tilbaka. Skemmtileg botbarna hérna á milli Dabbe og Edison. Hver heldur að tekið? Já, 5-11, 2-13. Hanna! Edison! Svarar okkar spurningu. Já, Tony svarar þessum framgangi Coolbears hæl. Já, bíð hins vegar opið. Þorir ekki að pussa bílopið sínist mér. Smókur fyrir. Vita báða, bomban alltaf bara dauð þarna inn á miðinni sínist mér. Þannig að já, þeir þurfa hins vegar að kíkja alls þar. VJ hins vegar búinn að vera funheitur í þessu leik. Nær hann, nær klára. Tony Lár. Býst hann við honum í þessari stöðu. Þetta er góð staða hjá Tony. Já, það er ekki oft sem maður sér þessa stöðu nota. Frábær hins vegar í 1v1, svo þú hefur aldrei séð þetta. Nei, þetta er bara... Þetta er reynslan. Tony er bara héraðsmeistari í feluleik. Já. Man finnur sér einhvern veginn eitthvað hot til þess að hanga í og kemur að óvurum. Ég held að enginn hefði kíkt þangað, sko. Nei. Allan erfitt með allt annað sem þú þarft að spá í. Já, þú ert einhvern veginn, þú býrst alltaf við hann sem tökkaðir, þú veist, þarna í hotnanum hana, þú veist, helstu færunum. Þú þarft að kíkja Faró, frekar heldur en þarna. Sko. Algjörlega, þannig að aftur á móti var hann með fullt HP og hefði átt alveg sjansinn á flikki þarna en Tony fljótur hann á hausnum, þannig að náði því ekki. Það var Diglur og ein tekka hér á Coolbears. Stillu peningum þannig að það eigi kaup í næsta rándi. Spila þetta líka bara rólega, að taka fullt af stöffi hér frá Dusty. Takka þeim fyrir
útgjöldin. Og líka þegar maður horfir á þetta hefði svona leikur sem svolítið búið að falla Dusty í við suma af þessu rátum sem Dabbi aftur ekki að ná að tengja en einhvern veginn virðist ekki alveg vera on. Nei, Blaster hins vegar búin að vera að hita skotur sínum Pítur með 2. Flott skot þarna hjá Pítur. Nei, við sáum akkurat rafleg pistolrándi þarna, við sáum annar rafleg clutch, við sáum þetta núna áðan. Þannig að það eru nokkur svona mjög krúsjál ránd búin að falla Dusty í hæginn og annars væri við að sjá Coolbears bara yfir ef eitthvað þessu hefði fallið þeim megin. Já, og það er bara líka það sem að aðskilur Dusty frá öðrum liðum er það að þeir vinna þessi ránd. VJ með frábært skotum á Pandas. Planti býst ekki við hinum en kemst upp með að planta. Gott plant. Já, bara ekki með vopnin kannski endilega fyrir þetta 1v3 retake en nær plantinu styrkir aðeins efnahæginn hjá Coolbears. Já, eina sem hann hefði getað beðið meira þarna í rauninni er að finna eina fellu í viðbót. Já, akkurat. Kæfa efnahæginn Dusty megin en allavega í það minnsta þá er núna fullt kaup, fullt jú til og gott erindi í þetta ránd. 10-6 og þetta er bara, ef þetta endað 13-6 þá er þetta sko, hvað segi ég, 13-9, 13-7 eða eitthvað hannig? Já. Ég vil sjá þetta 13-7 þá og hitt 13-9. Þetta er alveg svona klassískur Dusty leikur, þeir taka þarna ákvarðunum 2 lótur sem eru að forsa og hlaupa á það og aggressíft. Það gengur ekki, Coolbears leysa það vel og svo fáum við bara yfirvegað spilamennsku hjá Dusty út leikinn og það hefur verið að skila sér ansi vel hingað til þrátt fyrir tæp moment sem hefðu getað fallið Coolbears megin. Með 2 leikmenn hér á A í þessu rándi, 1 leikmann á miðunni og A virðist ætla að vera targetið eða hvað, Nonni bakkar út úr þessu flassi. Kontakt sé kallið. Það er tekin hérna rafleg, hér er nú Dabbi tekur á móti næra, ekki fellinni. Og Edison með rafleg, framalega. Edison með hérna góða opnun, nær alveg öllu aðsætinu. Sýnist þér að hann á bara að sigla þessu rándin. Dusty ætla bara að halda, sem er bara rétta í stuðinni hér. Erum með einn mikilvægan AK sem þeir vilja væntanlega halda í. Já, efnaður bara ekki frábær og tæft kaup í næsta. Nei, akkurat. Það er líka svona flott að sjá Edison svona aðeins vera að taka sín moments hérna í terrahelmingunum. Búinn að ná tvisvar, 2 opnunum og early entries. Þannig að hann er ekki out. Ég ætla að láta þið, ég mun spyrja því hver MVP-in þinn er, sko. Þannig að þú mátt alveg hugsa það. Því að venjulegast er ég spurður, sko, og venjulegast er ég ekki látin vita, ég bara gerir ráð fyrir því. Og þú ætti nú bara að, lefa þess að analysa 3 möpp hérna. Það hefur gerst. En 10-7 staðan, Coolbears komur á blað hér á hálfleiknum sínum, sóknin aðeins farin að bíta og Dusty með ágætisvopnað, stóra prikkið er á rafle og Pítur á MP7-ni þarna. Já, þetta er áhugavert. Það er búin að sjá frábæra moment hjá nokkrum leikmörum hérna. VJ keyrir bara í gegn hérna nær þessu endrigi, einhvern veginn. Dabbi hins vegar nær að treyta. En miklar upplýsingar sem að fara þarna fyrir Coolbears vitt og það eru 2 framal á aðeinu ákveð að keyra í gegnum smókin en Tony! Góðgren nær honum. Gott pick, rafleg hins vegar, keyra báður hann á línuna. Tony maður, þetta var crisp þarna. Tekur hann í loftinu, 2 kúlur í næsta. Stöðvar þetta B-röss. Brekar auðvöldlega. Just Tony things. Algjörlega, hann er búinn að vera bara geðveikur í þessu leik. Sjá hann á stegatöflinni 23-9 á Tony. Já, hann má eiga það að hann tók hérna langan tíma af síðasta tímabili og var svona aðeins að vinna sig upp og var ekki búinn að vera en við sýnist hann bara vera komin í toppform aftur síðastlið ár, sko.
bara geta mollan. Hann langaði í þetta kill. Það í boostið, sem skemmtilegt. Lappar hann hér í gegn, þetta skemmtilegt, Nonni. Nei, Nonni! Þetta var skemmtilegt. Það var eins og einhver svona hasamynd maður, ég sagði aldrei komið til að gerast næst. Nei, ég hélt að hann væri með tæmingið á Peter þarna, en þurfti það svo sem ekki, fær killi hvort sem Horfir í vitlausa átt, Peter byrjar að skjóta, flikki kemur, þetta bara... Þetta var dýrt líka fyrir Dusty, peningurinn ekki góður. Nei. Og stefnum hérna í 11-8. Spurning hvort það komið fórspæ með þessum M4 nema þeir missi einn í viðbót. Clever. Já. Sýnist þetta ætla að vera þá líklegast ég ætla að þessi ekki fórspæ. Já, fullt belti líka sem fellur hann með Pandas, þannig að stór efnahagslegu skaði hjá Clever, vel staðsettur. Þeir að bjarma aðkoman í vita af honum. Spurning hvort hann fá að lífa þetta af. Nei. Þetta erfitt. Peningurinn ekki góður hjá Dusty. Þurfa líklegast að forsa í þetta. Og já, við erum með leik. Ef þetta ránd fyrir Dusty ekki í hæginn, þá erum við alveg að sjá fram á bara 11-10. Ef allt fyrir eins og það á að fara, eins og maður segir. En akkuratni komnir út, með deglur. Tók reyna hérna, Peter tekur einhvern pínu skaða. Nonni svona... Þeir að gera þetta vel, Dusty. Þeir eru bara yfirvegaðir, halda... Fyrir mína Cool Bears eru yfirvegaðir, halda hérna aftalega vilja vita hvað Dusty að gera. Já, og við sjáum það. Ég meina, Cool Bears eru komnir hingað inn til þess að reyna að taka þetta map og ætla ekki að gefa Örðu hérna frítt. Frábært skot frá Clever á Tony. Hérna, vita núna að það einn fallinnan á B-inu og ætla að hópast í 8B. Bíða líklegast eftir þessu Smokey Electric og sem keyra þær út. Munu finna þar tómt sæt. Já, bara gratis. Málinn kemur út, búast líklegast við einhverjum, en sjá ekki neitt. Fatta núna að þetta stakkið. Já, aftur bara yfirvegaðir og rólegir í þessu teki. Ekki skilja neitt eftir svona upp á sénsinn. Clever vel staðsettur til þess að mögulega finna Peter þegar hann setur sig upp í einhvers konar exit stöðu. Eða hvað, nei, hann ákveður að fara hinn hringinn. Lappar hérna. Og aftur bara flott, held ég fyrir Dusty að halda öllum þessum byssum. Ég meina, þeir fengur bara ekki sens að nota þær í þessu rondi og það mörg lið sem gera þessi mistöð. Við völdum villusvættir þess að stakka, hlaupum bara inn og hendum öllum þessum peningir ruslið í staðinn fyrir það að annars hefðu hvort þeir þurft að spara aftur. Clever, aftur mögulega með einn hérna. Hún ressa líka? Nei, tveimur! Já, ok, fellur hins vegar í kjölfarið. En núna þetta ego round hjá Dusty aðeins verra í kjölfarið á þessu. Hefði verið þess virði ef þeir hefðu náð þriðja. Algjörlega. Tæft var það. Sjáum hann að 5-7, Diglu og Peter bara á einni stráng heiðarlegri uspu. Hérna sem hann þarf. Uspukongurinn. Þetta líka svona númer 1 leikmaður sem ég hata að spila á móti. Peter. Já, maður heyri það frá mjög mörgum. Já, hann getur verið ansi leiðilegur andstæðingur, eins og maður segir. Það er merki frábæra spilara. Þeir eru leiðilegir andstæðingar. Tæpur þarna, VJ. Fá góða klippingu. En þeir alltaf bara að fikra sig á aðeinu. Sýnist að vera rétt call með við þetta. Einn inn á A. Pussi kemur út, hratt. Einn að taka móti Dabbe.
Hann að gera eitthvað með þessu. Þeir gerir þetta bara besta sem hægt var að gera í þessari stöðu. Já, mér þú myndi búast við. Timing hjá Tony, annars smókur kemur út. DJ hins var tilbúinn. 5-7 getur verið algjörlega stór skaðleg í þessum aðstæðum. Mér finnst bara svo áhugavert að hann nær tveimur, hann umkringdur á AK-um, 5-7 fastur hann fyrir aftan litlu súluna hana og nær einhvern veginn að galdra 2 kill. Ekki nú til að bjarga rándinu, en samt. Svo panta sem býður fyrir einhver ninja tækifæri hérna. Sýnist það. Hann með kit? Vildi bara gera þetta aðeins dýrara. Hlær hérna í myndavélina. Staðan 11-10. Það leikur. Þetta hörkuleikur. Af því núna erum við að tala peningalega séð hefur Dusty bara ekki efni á að tapa þessu rándi. Nei. Af því þetta svo sem hvorulík hafa þannig sé efni á að tapa rándinu, en Dusty vissulega í verri stöðu ef þeir tapa þessu og hafa eiginlega ekki peningin í rándinu eftir því. Nei. Og gerir þá leikinn töluvert erfiðari fyrir þá til að loka. 26-13 á VJ. Hann sko back with a vengeance. Já. Honum langar að halda. Mollin kemur út, Fantas reynir að kasta smóknum á undan. Nær því. Edison. Streikúla í gegnum smókin. Nonni hins vegar komin með elektrik alveg raflega. Ekki sjáanlegur fyrir hann. Góður molli fyrir Nonna. Nýtir samt ekki tækifærið. Ég held að flestir hefðu labbað fram hjá honum. En Rafli mollaður út, eitt bakvisæð tekin líka, lítur vel út fyrir Cool Bears. Þarna skilar Edison sínu, komin í tækjast á töluna 12-13. Þeir ætla bara að hjóla í þetta sín sem að reyna kannski bara nokkur byssu til að halda eða hvað. Við skulum muna það að Edison var 1-10. Það yrði galið ef þeir vinna þetta ránd. Já, aðeins of passífir kannski Cool Bears hérna. En Clever. Já, gera vel. 11-11 peningurinn, aftur lélugur hjá Dusty. Erum við að fara að sjá 12-11 Cool Bears eða? Já, mér finnst það stefna í það miðað við að ég held að Force sé svo sem ekki á mannstelunum hjá Dusty hér. Nei, það held ég bara enga líkur að það gerist. Þeir voru að tapa sem kaup, þannig að ég myndi dást að því ef þeir myndi henda í Force. Það Nova, þetta búið. Þetta búið. Tony Nova is calling it. Við veitum svo sem hvar það fyrir með hana. Já, miðjuna. Hann sittur aftast á miðjunni. Nei. Snæperinn. Hann alltaf að fara að vera ekki stærna í elektrik. En þessar 5-7 geta verið algjörlega klikkar hérna og það virkar fyrir þá. Pandas og Dabbi fara 2-1. Reyna að dynæja hins vegar að þeir taki AK-na. Bombar hins vegar dauð á vonlausum stað fyrir Cool Bears. Vilja ekki missa þetta ránd svona. Smókurinn 2-3 komni, Novan líka komin líka. Þetta lítur illa út fyrir Cool Bears. Já, Novan að valda bombuna. Já, eru þeir með util til að stöffa út? Nei, í rauninni ekki. Eitt flass bara. Vilja kannski bara pikka. Staur! Já, ná bombunni. Bakka þarna út, þurfa að búast við þeim. Já, ok. Rafli lætur grípa sig 3-3 hér. Þeir held ég búast við því að býða sér bara opið. Keira hérna yfir. Þetta race against time. Það hratt rotate. Já. Þeir eru 2 komnir ansi nálægt. Þeir eru með eina AK en hún sein. Novan. Nei! Festist á steininum aðna. Nei, Nonni. Hvernig? Þetta var óheppilega. Nonni þarf að vera stór hérna fyrir liðið sitt. Hefur hann tíma? Hefur tíma? Hann næri þessu rétt svo. Mögulega með play leiksins hérna. Klukkar Dabbi þetta, hann hlýtur að fatta þetta núna. Og hefur allan tíma í heiminum líka til að koma sér í stöðu. Planti kemur inn. Hvert ætlar hann? Nonni með playið. Hvert ætlar Nonni? Hann heyrir þetta. Held ég hann heyri í honum. Minn guð.
Neðalega crossirinn. Já, Nonni! 12-11 Coolbears komnir yfir matchpoint. Já, ekki leita út fyrir að ætla að fara svona framan af í þessum leik en Coolbears komnir hér í tækifæri til þess að sigla mappickinu sínu hér í þessari seríu. Líka bara heppilegt að þeir eiga pening. Líka Coolbears. Já. Missa alla nema einn, eiga samt nægan pening til full util AK og alla. Þannig að núna er tækifærið. Núna eða aldrei. Það er bara svolítið þannig. Það er ekki oft sem við sjáum oftast í þessa stöðu. En eins og ég kólaði, Edison komin 13-15. Já. Komin í double digit. Dabbi að slefa í double. Nonni situr aðeins eftir hér en hann var að skila okkur klötsi leiksins til þess að koma þeim í matchpoint. Rafli með geggjaði línu hérna. Næra að halda sér á lífi. Edison, gott jiggle. Býst svo sem við einhverju svona hasar frá Rafli. Þetta er nákvæmlega það sem ég finnst gerast þegar Edison fyrir í gang. Já. Hann jigglar betur heldur en allir bara á landinu. Hann er með eitthvað svona spætursen sem fer hann í gang, veit hvaða línur hann þarf að jiggla. Þetta er orðið svolítið erfitt. Spurning hvort þeir þurfi bara regrúpa úr þessu eða ætla þeir bara að kommitta eða bara taka seinni bylgi. Já, fletja kurvuna aðeins og koma í seinni bylginni. Já, ég held að það sé playið í hana sem að er bara nákvæmlega það sem þeir ætla að gera. Sá fræjum efasemdar hér í liðdösti en þetta er að fara að vera meat grinder sýnist mér. Tony nær einum. Já, þetta er grinderinn. Edison, bomban döð inn á sætinu. Nonni með gott flokk. Þetta er doable. 2 og 2, komast það í gegn. Edison, smókurinn góður. Ætlar hann að láta gegn. Peter! Það er svo mikið skrimsli, sko. Þetta er eini maður sem gerir þetta. Hann bara les aðstæður fullkomlega þarna, átta sig á því að hann getur hort yfir hennar smók með að hoppa upp á þetta plattform og ég skil hvað átt við þegar þú talar að það sé leiðilegt að spila á mótunum. Þólandi, sko. Þú heldur úr sér törugur. Flestir myndu hugsa bara, ok, þetta er 2v2 retake, ég er ekki að fara að taka svona aggro play gegnum smoke, hann getur verið að halda mér og þá er ég búinn að skemma rondið, retake með vappanum, honum er alveg sama. Já. Hann bara eitthvað read sem hann fékk þarna og tók það og það tryggði þetta OT. Og við vitum alltaf hvernig staðan er þegar þetta gerist. Já. Fer svona round, setur þetta OT, Dusty, second wind, I'm calling it. Já, það er nú ekki, sko við höfum alveg séð það áður einmitt að Dusty koma sér í aðstæður með að spila smá svona fast and loose og svo þegar framlenging kemur og þá er það 3-0 og... Það er bara lock-in, sko. Já. Það er... Coolbears eru búin að eiga flott round hér á tellliðinni og við skulum ekki bara gera ráð fyrir því að allir vindurinn sé farin út þeirra seglum hér. Alls ekki, en þetta er bara svo, maður hugsar alltaf svona að seinasta rándið í matchpoint málar oft svolítið svona hvernig þið líður. Vissulega. Greina kemur út, sjá engan, spreyja eitthvað henni í gegn, 3 að rótetta, 1 tekur miðjuflangi, þannig að keyra henni út, Dabbe. Tekinn Peter framalega og jigglaður nær hins vegar. Kemst upp með þetta. Ég skil ekki alveg hvernig hann kemst upp með þetta, en já, bara Peter kemst upp með þetta. Það er bara þannig. Stendur bara á miðju sætinu, 3 gæjar swinga, hann drepur 3. Já, líka bara, hvernig var hann ekki afgreiddur? Það er sem ég sagði, ef þetta hefði verið ég í sömu stöðu, eða fyrsta kúlan hefði farið hausinn gegnum vegginn eða eitthvað. Já. Þetta er svona Dusty láta þetta ganga komni hér með ég er brjálaður rándið í overtime og Peter að stíga upp hér í síðustu 2 lótunum fyrir liðið sitt. Raflega aggro hérna. Nonni með 7. skilningavitið. Já, grunaði eitthvað. Something smells fishy. Edison tekur Peter. Já. Opnar hérna fyrir liðið sitt. Búin að vera duglegur í opnunum. 2 smókar hérna. Einn hins vegar inn á Dabbe. Þarf að vera
Já, Þetta sem með annan þarf að vera ekki þetta. Nei, og þetta eru opnanir, 2 opnanir sem eru að koma hérna í trekk og þetta sem finnur Þetta er sem 3. þriðja. Þetta er bara leikmann fyrir fjórðu. Nei, Pandas tekur hann. Blaster. Já. Tryggir þetta svo gott sem Já. fyrir Coolbears 13 er staðan sem við erum að fara að sigla inn í og á blaði fyrir leik að þá held ég við höfum ekki verið að búast í því að sitja hér og standa hér og horfa á 13 á stigatöflunni. Nei, þetta er hörkuleikur. Rafle hleypur í burtu eins og hann getur, vill halda þessum vappa en núna er bara spurning hvor leiðina Clever tekur. Þeir hafa nú alveg efni og þeir Tekur kaupa hann spónið. Tekur spónið. Rafle með hann. Gott leik. ja, peningur svo sem ekkert eitthvað vesen sko. Nei. 1 ránd eftir í hálfleiknum og allir með 12.000 en Það hefði verið, byrjuðu búið hægt. Er þetta ekki 10 gálingur eða? þeir unnu náttúrulega fyrsta rándið. Já, þetta. Þannig að Með 12-5 Pandas. Það var alveg... þetta er orðið töluvert auðveldara að halda voppunni Já. þarf til rauninni að láta bara væpa þig 2 ránd í röð til þess að lenda í ykkur í vesinni. Þetta er sem finnst að stiga alveg verulega upp í þessu rándi. Já. Nær 3 til að opna rándið og sigla því í hús. Vilja vissulega 1 ránd í viðbóti þessi OT Coolbears. Já, svo miða við hvernig seinni hálfleikurinn hefur verið að fara þá er það sterkari hliðin hér hjá Coolbears. Gott pick, nær út endri vélinni. Framlega tekur skaða. Vinci nær að hitta hann í gegn. Smókur. Selja þetta fake. Eða er þetta fake? Það er spurningin. Pump fake. Það væri skemmtilegt ef það er doppelfeika hérna, en sínst það er alltaf ekki að gera það. Það er talað að Nonni myndi feika að þú myndi koma eitt að bíða aftur, en Þeir náru út. þeir eru að kóla það rít hins vegar. Dusty, setja 3 aðeð, eru að búast við því, Clever. Nei. Já, þetta er... Hún gerir þetta svo vel þarna. Þeir eru mjög góður að spila af hver öðrum, sko. Þetta var alveg, eða bara picture perfect. Tony tekur fyrsta, Panda svingar, Tony svingar. Ég leið bara eins og ég var að horfa á trúðin Wall-E hérna með hvað það voru að juggla þessu aggrói vel. Já, þetta er líka bara það sem þeir gera svo vel, þessi drengir í Dusty. Spila af hver öðrum. Af því, þetta var líka, þú veist, rándið var sett upp fyrir Coolbears hana, af því hann Clever opna miðuna, Rotate byrjar að koma inn, Tony steppar úr anglunum sem hann var í, næri einhvern veginn pikkinu og sen kemur þetta back-to-back trade-sjáðum og sem þeir gera bara fullkomlega úr því, en það var eins og að búið að draga teppið út fyrir Coolbears, en ná bara ekki að labba á því, I guess. Nákvæmlega, tæft var það. Og það hlýtur að vera 12-5 OT með 6-9 sem stendur eftir hér í vörsunum á leikmunu Coolbears eftir kaupin. Og sjáum hvað við geta búið okkur upp á og sé til liðinni hér. Kaup á móti kaupi, 3 ránd í röð. Edison svingar hann að aloppi og finnur 2-3. Edison! Ég skil ekki eins og hvernig hann fór frá því að vera með 2 kill í fyrri yfir í 20-19. Nei. En einhvern veginn fór það. Hins vegar náðir einhvern veginn alltaf að selja advantage sitt. Mér finnst það svona áhugavert. Þeir eru með 3, flestlið böngera. Coolbears hjólar alltaf meira áfram. Það er bara, það er stundum erfitt að vita hvenær nóg er nóg. Já, það er svona eins og að kemur eitthvað blóðbragð í hákallinn og hann byrjar bara að synda, sko. Þetta er hættulegt gegn liði eins og Dusty eins og við vitum. Það eru leikmennarna með, hvernig finna þeir líka alltaf einhverja leið í gegn? Hann er bara komin framhjá með A-sætið. Og bara hefur góða möguleika á að gera þetta að erfiðu rándi hér. Hann er þetta komin nær á Nonni, en hann ætla væntanlega bara safe planta í korninu. Gerir á fyrir H í meininu, mollar, planti kemur inn, retakeið kemur, spurning hvert raflið fer með þessu.
sem við síðan gera áður, hann góður í að finna þessi 1v1s. Veita fyrsta, veita öðrum. Þú ert að grínast. Hvernig gerist þetta trekk í trekk? Töffarast hann aðeins að kasta pislunni. Svo pirrandi, Oh my god! Svo pirrandi. Eins og ég segi, þú getur ekki gert þetta á móti liðin svo Dusty. Með 3 bönkara chillaði. Og þetta er ekki fyrsta rándi sem gera nákvæmlega þessi mistök. Nei. Þú veist, Coolbears væri með leikinn bara í höndunum ef þeir væri kvóta að spila rétt með aðstæður. Já, ég meina, þú veist, Edison gerir alltaf að hann finnur 3 til þess að opna rándið, sitja eftir 2 á 5 og rándið tapast. Já. Við sáum þetta svo sem alveg gerast áður en þetta gerist. Já. En þó það VJ sem að leiðir hér, Coolbears megin, Clever fast á hæla honum, en Edison búinn að skipa sér raðir eftir manna 20 úr 10-1. Blaster, tegur Peter. Þetta var uppskritarandi sem þeir unnu í fyrri hálfleik. Blaster að valda skaða á miðunni. Edison tegur Pandas. Núna viljum við sjá þetta bunker. Blaster hreyfanlegur á vappanum. Opna miðjuna en stakkar B-megin. Og meðan stilla Dusty sér upp hér fyrir utan A og á miðjunni. Í vatninu. Það er leikmaður á að 3, 1 leikmaður, það er áhugavert. Þetta getur verið aftur dýrt ef Nonni nær ekki að vera stóri hérna. Nonni verður helst að finna 2 og finnur 1. Finnur 1. Gera hérna inn. Framlega nær, ég tengja Guðsjólof. Ríteki kemur. Planti komið inn, ennþá 1 á B-inu sem er áhugavert. Svolítið hægt rotate. Dreiga smók hérna fyrir kona, geta tafið þetta retake. Þetta er samt sem aður hættulegt ránd fyrir Ústið skilar sínu. Rafle með 2. Við viljum ekki sjá þetta gerast aftur. Ó nei, ok. Þú ert að grínast. Bara, þú veist, skilur, Bro Don't Fake og allt það, en hvernig enda Rafle með 4K þarna til þess að sigra alla leikmenn Coolbears úr þessari stöðu? Já, þetta er alveg hræðilegt, sko. Við erum að tala líka að næstu bara búin að vinna þetta. Hann bara heppinn að sást ekki í bara rassin á sér þegar hann var að diffjúsa. Já. Vítsið þarna ískaldur undir pressu, ákveður að halda bara inni og tryggir Coolbears þetta ránd 14-15 möguleiki á annarri framlengingu hér ef að Dusty loka þessu ekki í þessu rándi. Rafle tekur Blasterinn, byrjar á góðri opnun, Flassi kemur út bíð, þeir púsa þar út, leita að Peter og Tony. lítur illa út fyrir Coolbears núna. Já. 2 hérna eftir 1 lár inn á smókunum út, en Panda hjóla bara gegn Pekin, refsað fyrir þetta. Já, þetta er silt og já, þetta er ætla bara að gefa með það að Nonni er ekki að fara að ná þessu ríteki. Nei, Akkerið finnur sjálfa sig 1 á móti 4 stöðu hér. Electric smókað, bomba niðri. Já. Er vissulega með kit, en það var að finna ansi mikið til að sigla þessu. Dusty rétt merja hér, Coolbears 16-14 í Anubis. Já, þetta var leikur. Hörkuleikur. Já, kannski minni munur en við bjuggumst við farað inn í leikinn. En ég ætla að spyrja þig akkurat, bara af hverju tapa Coolbears þessum leik? Eina sem þetta er í hug, bara what a throw. Það er bara það sem öskrar á mig við hennar leik, bara what a throw. Þetta voru 4 eða 5 ránd þar sem að þeir eru með 3 opnanir. Í staðinn fyrir að bönkera, þá bara, please, gjörðu þið svo vel, taktu þetta ránd. Þú veist. Og það gerist bara oftar en einu sinni. Að Coolbears klárlega var að spila ótrúlega vel. VJ var geggjar, Blaster var geggjar, Edison frábær í seinni helmingnum og í OT-inu.
og einhvern veginn voru þeir bara eitthvað að viljandi gefa þetta það sem ég var að tala ég sagði við, það eitthvað svona mental psychological dæmi þú spilar á móti Dusty fólk gerir bara eitthvað situation make ekki sense þetta eru frábæri leikmenn í Coolbears þeir eru að gera fundamental mistök þú ert komið entry-in, chillaði bara þú veist, hvað ætlaði að gera 2 á móti 5 úr á bönkarasæti, þeir eru ekki með utility að labba inn en einhvern veginn náðir svo rafleil náttúrulega bara þú veist, ef ég vissi ekki betur myndi ég halda að hann var wallhacka, skilur hvernig hann næra að koma svona fram hjá öllum alltaf einhvern veginn alveg gali, sko, þetta var já, ég veit ekki hvað ég að segja, sko Nei, þú veist, bara Dusty myndi ég segja, klóra þennan leik til sín klárlega vissulega, ég meina þeir voru að spila fast and loose síðast þarna á tímabili en þú sást ekki þessi mistök frá þeim nei, það er nefnilega munurinn þegar þeir fengu forskotið þá gáfu þeir það ekki tilbaka nei. Við sáum það aftur og aftur frá Coolbears og það er eitthvað sem að þú mátt ekki við á móti Dusty og hugsaum þetta líka bara í starra samhengi serían nú ertu að fara inn í Nuke þú hefði ekki verið að fara inn í Nuke 1-0 yfir algjörlega bara, þú veist, á einhverju hænóti skilur, strákar, við vorum að taka mappa Dusty þetta maður, þú veist, við vorum að taka því á Núbis börðumst fyrir þessu lokuðum þessu, en núna ertu að fara inn í næsta leik, við erum að fara í Nuke ég væri brjálaður, að því máli allt sem við erum að segja Coolbears veit þetta allt, þeir spilu þetta þeir vita að þeir þróðu þessu rándum þeir vita klárlega hvað þeir gerðu vitlaust og það mentally það þungt þegar þú ert bara eitthvað hvað vorum við að gera, skilur og síðan líka eftir kannski fyrst þeir gerðu þetta hvað vorum við að gera, sem bara aftur fá bara déjà vu, byrja upp á nýtt gera þetta aftur og maður var bara horfandi á þetta var eitthvað strákar, please. Svo horfur á stígatöfluna 16-14 og hugsa, herri, við hefum getað lokað þessu bara í regulation ef við hefum bara ekki kastað þessu frá okkur. Já, þetta er ótrúlega súrt. Já, það er bara í rauninni faktísk Coolbears voru betri inn á servernum í dag, fannst mér, fyrir utan þessi mistök. Já. Þeir voru að og kannski einstaklingsframtakið svona. Já, klárlega. Þeir voru að því við vorum ekki að sjá þessi mistök frá Dusty þannig að kannski auðvitað að segja að þeir voru betri eða fattur en við vorum að tala bara performance-wise voru einstaklingarnir í Coolbears að spila ótrúlega vel en bara gáðu þetta síðan í burtu með lélegum play Já, MVP map 1 Rafle ég veit ekki hversu mörg klöts maðurinn og rándum hann bjargaði fyrir liðið sitt það var eiginlega bara, masterclass, stóð sér vel Já, þar hafið þið það, map 1 búið hér í þessari viðuregn Coolbears og Dusty í lotu 3 í stórmeistaramóti ljósleiðarans. Við komum aftur með Nuke eftir örskamma stund, ekki fara langt. Það sem við erum að gera hér í dag að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á lagni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum swissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 4 100 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, hann kerir 24.000. Það er alveg góð standi, sko. Ættir að draga hann. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT 27. Já. Fokk maður!
Ég sagði flott maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10, and you wanna grow up to be just like them. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Red Bull veitir vængi.
Já, velkomin aftur hér í stórmeistaramót ljósleiðarans þar sem við fylgjumst með viðureik Dusty og Cool Bears. Dusty leiða seríuna 1-0 eftir Anubis, mappbyggið hjá Cool Bears. Yes. Og næst ætlum við að sigla inn í Nuuk. Við töluðum aðeins það áður en við fórum í pásuna, sorglegt einhvern veginn að sjá Cool Bears henda þessu frá sér. Núna erum við að fara inn á Nuuk. Hvernig lestu, skilur, þann leik? Ef þið náðu ekki að klára þetta á einsend, eiga þeir séns í Nuuk? Ég myndi segja þeir eiga séns, að því það eru margir öflugir Nuuk-spilarar í Cool Bears liðinu, Blaster meðal annars, Edison líka mjög flottur í Nuuk, þannig að ég myndi alltaf gefa þeim þann séns og margir hafa spilað á móti Dusty í þessu mappi. Dusty hefur ekki það advantage að vita við hverju þeir eiga að búast, að meðan flestir sem spila á móti Dusty eru svona, við vitum við hverju við eigum að búast en er það nóg, skilur við. Þannig að, jú, ég myndi alveg gefa þeim klárlega ágætis tækifæri svo sem að sýna okkur eitthvað gott allavega í Nuuk. Ok, tölum þá aðeins það, svona út frá þínu sjónarhorni sem spilari, við hverju býstu frá Dusty þegar þú mætir þeim í Nuuk og hvernig nálgastu þannig leik? Já, sko, við erum alveg að fara að sjá fram á mikið á útipleim, sérstaklega. Pandar sem mjög gjarna á þessi vippadrops koma mjög oft inn, þeir vilja mikið nota þau, eru svolítið versatile í að finna veikleika líka hjá hinu liðinu og Nuuk svolítið þannig mapp. Það spila það oft ekkert allir eins, þannig svona, og líka dýnamíkin á liðunum er mismunandi, eru þeir með ótrúlega öflugan útispilara, fikrum okkur aðeins á rampinn, fikrum okkur á gólfið, sjáum hvar. Þú ert alltaf konstantli að fiska hvar þeir eru veikir og búa til opnunar þar og síðan þú ert búin að finna hana og þeir reyna að loka gatinu, þá er úti allt í enn orðið weak, skiluru, þannig að þú ert alltaf þetta er svolítið þannig mapp, þar sem þú ert konstantli að fikra þig einhvern veginn áfram og reyna að finna hvar þú kemst í gegn, sko. Búa til þessu rotation og mappið snýst ógeðslega mikið það. Ef þú reynir bara að labba beint inn þá sem þá ertu að fara að tapa. Þannig að þú vilt fá útismókana til að fá eitthvað rotation, til að veikja eitthvað að hluta og komast þannig áfram og í gegn, sko. Ok. Og á varnarhliðinni, hvernig vinnur bug á þessari Dusty vörn? Ég talað það, sko, ég man alveg mjög mikið eftir þessu, ég var að lýsa þetta með Tomma, ég held að það hefur úrslitinn í, það hefur verið stórmeistaramóti síðast eða ekki þessi deildin þar á undan og ég var eitthvað, já, núna er hann að mæta hérna Dusty á Nuuk og Peter hann spila rampinn alltaf eins, hann fær kontaktið, hann droppar niður, það er smá veikleikamerki, eru seinir í rotatið í hell og það er lykillinn að sigri og svo bara kemur að leiknum þá bara Dabbi að spila rampinn og bara, þeir eru bara algjörlega búin að patcha þetta og breyta því eitthvað og þetta var komið eitthvað allt annað og þeir voru að stakka hellið og þetta var bara svona eins og já, ég hafði verið búin að leysa eitthvað púsl og einhver mætti því bara og grýtti því í gólfið. Það var bara sópað að borða. Já. Þannig að, hvernig nálgastu bara, núna er þú í sókninni, við erum að fara að vinna Bilbu á Dusty, hvað er í hausnum? Sko, þetta er alveg erfitt, sko. Rampurinn er svolítið, held ég, ákveðin leikur, en þú getur ekki bara að labba hann. Nei. Að því málið er að Dusty eru mjög fljótir að finna infóið hratt og ef þeir eru ekki að fá neitt þar, þá fara þær og leita. Rafli gerir þetta mjög gjarnt, hann mun fara í útipikkið og ef hann fær ekki neitt eða ef hann fær pikk, þá myndir sjá hann bara bíla henni yfir rampinn fyrir næstu línu. Þannig að þeir eru mjög fljótir akkurat að hlaupa á milli til að finna þetta info sem þeir vilja. Þannig að ég held að þetta er svolítið mikið að feik út í smóka, reyna að fá það til aðeins og vinna sér síðan áfram í pikkunum líklegast. Ég veit ekki hvort það er endilega þeim í hægina að ætla að einhvern veginn að steamrolla sig áfram, sko. Ég held að það er ekki að fara að gera kannski góða hluti fyrir Cool Bears, mögulega bara svona unita sig áfram saman, sko, og reyna að treyta, en þetta verður alveg erfiður leikur fyrir Cool Bears, sko. Við erum það kannski að horfa á að það hvílir svolítið mikið akkurat á þessum opnunum hjá Edison sem hann var að finna seinni partinn af Nuuk. Ef hann að mæta til leiks eins og fyrirpartinn af Anubis ætla ég að segja, ef hann mætir eins og hann var fyrirpartinn þar, að þá verður þetta kannski nokkur númerum og stórt. Þeir fá að byrja vissulega setja megin. Hversu mikið fórskot er það hér á móti Dusty vitandi, þú veist að Dusty er mjög sterkt lið og Nuuk, sérðu það sem góðan séns fyrir Cool Bears að bara loka hurðinni eða?
Já, ég veit það ekki. Þetta er alveg erfitt. Af því ef ég er að horfa á, þú veist, line-upið núna, þú veist, mjög góðir núkspilarar hjá báðum liðunum, þú veist, eru svona 2-3 sem standa upp bara því ég spila á móti þessu strákum á. Það er akkurat Blaster, Edison, Tony, Peter, Ravle sem að hafa alveg öskra á með sem mjög öflugir núkspilarar. Þannig núna er bara spurning hver er að fara að sína mest, sko. Já, og hvernig er dagsformið? Fáum að komast að því hér. Blaster og VJ voru náttúrulega bunheitir hér í Anubis. Geta þeir haldið upp til þeim hætti hér eftir sem finnur kontaktið á Ravle og byrjar vel. Gott þig, Golrössi kemur inn. Clever með 1, nær ekki 2 og erfist að nær einum hins að rétti sig nær öðrum. Þeir eru jiggling. Gott byggja Nonna hérna, 3 í heaven. Nonni fær að komast mjög langt út þarna áður en að athygli snúið að honum. Tony, aðeins að leika sér. Hvort að nær, nær einum er hann að koma. Það getur ekki gerst. Þetta má ekki getur ekki gerst. Þú veist, horfðu líka hvernig þeir taka þennan slag. Akkurat. Þú veist, verðið að klára þennan fætt. Já, þarna kom það. Ég var að fá svona smá kvíðatilfinningu fyrir kúlbersana, en þeir ná að sigla þessu rándi. Og sér líka Nonna, hann eyðir 12 kúlum á 9 úr Matrix greinlega, því það er ekkert að lenda á Tony hana. Nei, og þú veist, þeir endaði þetta með 44 í lífi eða eitthvað, 42 í lífi á milli þeirra. Þetta var einstæft og það gat verið og bara ef að klokkan gerir 5 meiri skaða á þessu range þá er þetta orðið 1v1. Algjörlega. Þannig að... En, guðsjólof, Kúlbers fer yfir hérna, vinnur pissa ránd. Sem að er mikilvægur liður í þessari vegferð þegar ég er að reyna að sigra þetta map. Algjörlega. Þurfa bæði pistols helst. Og bónusrándir sem þeim fylgja. Bara venjulegt glokkránd hérna frá, strángheðalegt glokkránd frá Dusty. Þetta er sér í ágættistuði hérna fyrir þetta, gott gap. Má ekki vinnast. Það er bara... Ger í þetta, Medbo, Edison. Burstfærið á Clever, en missa bara 1. Já, Edison með 4 spilar stöðuna sína upp á hött þarna algjörlega frábæla. Og sjáum hérna þá fyrsta bærándið í Núk. Hvað hefur Dusty fyrir okkur hérna? Sko Dusty náttúrulega, þrátt fyrir það að vera með 1 Galil, eru á blaði með betri vopnin í þetta ránd, Nonni með MP7-na og VJ úti með Scout. Þannig að kannski horfum sérstaklega á það hvort að þessi verri vopn innan gæsalappa finni eitthvað. Þessi jiggle hjá Edison. Já. Það er bara... Kemstum með þetta. Gilur, slapp þessi smókur. Það er enginn sem jiggla betur á Íslandi heldur en Edison. Ég ætla bara að fullera það hér. Pítin er hins vegar VJ-en úti á skápnum hérna og hins vegar Edison kominn í Secret. Edison velstast að taka móti þessu play. Blaster líka búinn að koma sér í skemmtilega stöðu. Þetta verður eiginlega á Edison að ná að gera þetta. Hann þarf að finna allavega 2. Allavega 2 hérna, klálega. Þetta er alltaf mögulega line fyrir hann. Nei, Peter fljótur að treyta hann. Blaster hins vegar nær einum, 3-3. Komnir nýður. Tony með Blaster hérna. Nonni hins vegar ætlar að fara aftur upp. Það væri frábært kapl. Clever missir að tímasendingunni. Clever. Þurfti á þessu að halda. Hjólari Peter hérna, Peter tekur hann. Þetta hefði bjargast held ég rándi með þessu pikki á Tony hann uppi. Þá var Peter og mann sá ekki hver var með honum, en þá hefur þeir forsaðar að kommitta inn á bíið. Já, það var, sko, þeir kommitta í rauninni leið og þeir vita að manninum uppi, en það kom eiginlega, sko, Nonna á óvart. Þú veist, hann var ekki í réttri stuðu. Hann var að búast við í rauninni eftir að pikkið uppi tekið, þá var hann að búast við uppróteitinu. Þannig að hann fer í rauninni af póstunum sinni og í gripinn, sko. Já. Þannig að óhefnið þannig svona röð af atburðum sem að leiða til þess að Kúlbers eru ekki í góðri stuðu til þess að sigla þessu rándi, en 2-1 í staðan og við fáum hálfkaup hér Kúlbers megin. Var 5-7 sem getur gert skaða, spila Nonna sem fyrsta kontakt og Blaster í bústinu.
þetta verður ansi dýr fjárfesting ef þú veist ég ákveða ekki að koma rampinn. Já. Mér þykir það ekki alltaf að gera það eins og ég rafli svolítið bara að fikra sig fyrir pikki, fá infóið, vilja vita hvað er að gerast, tjiklar inn í alla línurnar. Úff. Þessi, já. Þessi hefur spilað, hvað heitir þetta aftur? Það er svona mappa. Wipeprack? Já. Free Fire? Free Fire, nóg að því. Já, og Free Fire er bara akkurat línuna sem ég verið að halda þarna. Þetta ætlar að vera splitt inn á gólfið, Clever, ætlar að vera tekinn illa hér ef það gerist. Jútil ekki mér út, Clever, einn með tegnuna hérna. Já, í einskísmars landi. Nonni samt með frábæra tímasetningu hér, hann getur fundið eitthvað, finnur einn, finnur tvo, nær Akkánu, finnur þriðja, gerir þetta gerlegt, Blaster hér í einum á móti Tony. Ertu að grínast, það nær þremur þarna og bjargar þessu rándi, Blasterinn, glaður með þetta. Nonni. What a round. Geggjaflank og líka hann komist upp með að taka 3 þarna er eiginlega galið. Þetta skot á númer 2 var beauty. Það er bara hæga endursýningu og það takk. Já, þetta var frábært. Það er líka, sko, ég hef oft talað það er ekkert verra heldur en að vera rústað af nonna. Þetta er svo fyndið koncept, sko. Þetta er uppáhaldsnikið mitt, eitt af uppáhaldsnikunum mínum á Íslandi. Það er sem heitir Nonni. Já, það er bara eitthvað, Nonni var að rústa okkur í það, þetta er alveg bara... Það er einhvern aðeins betra ef að gæðin heitir Killer Man. Já, nákvæmlega, og allavega býstu einhverju frá Killer Man XX69, sko, en Nonni. Það er opnum hér á rampinum og drop niður, 3 af 4 hér, þegar þeir komast til á B-sæti, Dusty Man. 2 af 4. Nærplantinu, opna, breyta hérna vel, þetta er sem, taka þetta, setja 4 á 1 og... Bara snirtilegt, skilur, bara þéttir saman, ekkert við að segja. Gerir líka vel að hann hleypur 2 fram hjá glugganum, hann Edison og fer í 3. og þá er 3. alltaf að hugsa, glugginni clear, gripinn sé hann þegar hann fyrir krossar, þannig að svona litlu mind game sem að skila killum oft. Vel gert þarna Coolbears koma sér í 4-1 hér eins og hendi var í veifað. Það fóði kaup hér hjá Dusty, kaup og stöf. Lítur líka samfærið út, Coolbears. Þeir eru búin að eiga einu góð round, Edison 10-3 og... Það er leikmaður sem þarf að vera líka heitur inn í þessu leik og það að hann byrji næstu í öfugt skorið hans á við áðan 10-1 eða 1-10 réttar að sagt 10-3 í þessum leik. Ekki leikmaður sem á 2 slæmar, ekki það að fyrra mappi var ekki slæmt fyrir hann var komin vel yfir 20 killin þarna en þetta er svona leikmaður yfirleitt sem á ekki marga slæmalíki á dag. Það refsar þessu grunnuplay. DJ Rain hérna. Já, næstu gripinn við þetta hopp. Smókurinn kemur út. Þeir heyra þingin. Tony næri einhvern veginn að finna pixelin þarna. Edison hjólar í hann hins vegar. Já, þetta er erfið staða. Sem reynir að leysa úr sig einhvern veginn. Pandas með 3K. Blaster gerir þetta aðeins dýrara en núna með tækifæri. Já, og með tækifæri til að gera þetta dýrt fyrir Dusty. Þeir eru ekki með góðan efnahag bak við sig akkurat núna og það að missa annan á þessum tímpúti væri ekki frábært fyrir þá. Þeir eru svo sem ekkert endilega að leita á hann, vita líka að þeir vilja ekki missa byssur hérna. Var þetta skothljóð? Já. Sem einhvern veginn kom ekki. Þetta var Panda sem var að skjóta þarna úr hell og einhverjum ástæðum þá heyrðist það ekki. Áttur að kúlinu hafi vissulega flogið. Nei, en 4-2, hvernig ætli efnahagurinn hér hjá Coolbears núna ekki góður, en mig grunar þeir forsið með þessu. 1 drop, kaup, 2 light, já þeir forsaði hennar. Myndi ég halda. 0-4, 1-5 og Vídeó Clever. Jú, forsið kemur út. Sko ef að Vídeó Clever
bara finna taktin í þessum leik akkurat núna, þá gæti þetta bara verið ansi brattur hálfleikur fyrir Dusty. Já, það var líka svolítið að því að Clever var gripinn hann svolítið klunnalega, sko, þá byrjum það sem oft svona uppskriftin á að töpuðu CT-rándin og dettu niður og snemma, þá allt í einu hafa terrarnir svo mikið svigrúm til að hreyfa sig. Já, sérstaklega í núk, geta leikið sér að þetta staðsettum sem að bara einhvern veginn kemst hann upp með þetta. VJ var að horfa þarna sekúndur áður. Blaster kominn, Rafli hins vegar að halda honum held ég, en tímasetningin mögulega honum í hæginn eða ekki. Hann bara lappandi, tekur hann samt. Æja, Blaster kannski Þetta er repeaking. Já, aðeins oftar en góður ganni gengur. Það eru 2 leikmenn sem spila svona, það er hann og vangerinn, repeat-kongarnir. Það er sjálfstöðstið. Já, það er eitthvað allavega. Með einn býst ekki við fleirum. Hélt mögulega að hinn væri komin úti, búinn að rappa sig, en ekki gott rít þar allavega. En Peter... Oh my god! Það er þetta gefins. Þetta er svo mikið svona... Það er svo mikið svona Leo. Það var ná honum. Oj! Já, Dusty gerir þetta einhvern veginn svo vel. Góðir að taka rosalega mikið territory og síðan eru hinir sem eru að lurka, þeir fá bara gefinskill. Já. Af því það er bara, CT-arnir vita ekkert hvað er í gangi. Þeir eru allstaðar, þeir eru á spáninu, þeir eru á rampinu, þeir eru á gólfinu, þeir eru með allt úti, þú veist. Þannig að það er... Já. Þeir eru fljótir að brenna þetta advantage allavega sem þeir fengu í þarna. Staðan á 4-1, núna 4-3, stefnir í 4-4 og öllu líkindum. Eru hérna líklegast farið í flashplay kannski úti, sýnist mér. 4 inn í vippa. En Dusty veit að Rico spila þetta yfirvegað. Það bara að fiska hvað hann kemur út. Já, og bara spila fullkomlega gegn þessu. Peter bara tilbúin í flashplay. Nær einum, nær 5. Ekki 3. Blaster tekur hann, fær AK-inn. Já, keppast hann tala við að reyna að spara þennan AK. Senda mögulega Nonna og VJ einhvers konar veiði. Já, kera hennu upp. Tony í lobbyinu, leita að einhverju. Halda AK-num allavega, reyna það. Hinn er alltaf að reyna að fiska fleiri vopn. Já, ólíklegt að þeir finni AK-un upp á þessu. Nonni mögulega, þarf að drepa 3 hérna. Við maður alltaf að ná að halda þessum AK. Það er ekki einum 4 líf, Pandas er að halda sér á lífi, Tony hins vegar. Pandas fellur fyrir bombunni. Komir í reyn bara Tony, hann er að halda sínum AK, held ég. Já. Sko það voru 6 kúlur í handriðinu hana. Ég veit ekki hvort þú tókst eftir því, en það var bara... Það blingaði vel á þetta handrið. Já. Það þarf að skipta þetta handrið, þetta. Það er alveg á hreinu. Já, og þakbitan hana fyrir undir heaven. Það er bara Kúlbers eru að fara illa með innviðina hér í Sýndarkrík kjarnorkuverinu. Algjörlega. VJ hins vegar 0-5. Þetta er bara magnaða framistöðu á hann í Anubis. Já, ekki búin að fá neinn færi í rauninni. Þú veist, hann er búin að spila úti og þú veist, þú sér, þetta er búið að vera svona eins og prífærið frá Rafli sem að finnur hann þar í þröngri línu. Það er bara ekkert sem hún getur gert á móti. Nei, mér finnst líka mögulega að það hafi verið mistök að ekki það að VJ sé ekki góður úti spilari. Mér finnst Blaster vera frábær úti. Já. Þannig að svo spurning hvort að þetta er enda til dæla nýtt line-up og svona, ég er enda að fikra sig eitthvað áfram en mig grunar að það geti komið eitthvað skiptingar seinna meir sko. Blaster er líka búin að vera á vappanum. Já. Sem sáum á Anubis, þannig að... Þetta er sem mögulega með línun á Tony hérna. Tony er bara að bíða. Leitar af ykkur. Nú er bara spurning hver er þolinmóður því ég held að Edison geti brent sig á því að hann jigglar of mikið hérna. Þetta er komin út. Pandas. Tony gerir vel að bíða bara
Sleipur þeim upp og undan hann. No-scopar hann. Já. Þetta var snirtilegt take. Já, var það. Og líka þetta var svona heldur passíft líka þarna úr Vonagula. Vonagula öflug staði til að vera á. Hleypir þeim, þú veist, 5 út. Ef þú hleypir þeim út þá ertu að fara að vera rífragaður. Já. Þú ert ekki að fara að ná stoppapúsið og ef þú nærið einum þá ertu að fara að vera dreifandi. Svolítið reynslan. Það pökkar í rauninni aftar upp, hleypir þeim fram hjá sér. Og Dusty í rauninni spila þetta fullkomlega í kringum þetta off-angól sem Edison að halda þarna. Já. Með því að senda í rauninni leikmennu út squeaky fyrst. Já. Svinga vítt og kíkja síðan í hött. Þannig að það búið að draga fókusinn frá Edison. Já, allan í 8 vippanum og þá náttúrulega kemur Tony bara reynsar Edison út. Já. Bara snirtilega gert sko. En það eru þessi litlu hlutir sem að mér finnst oft skilja Dusty frá öðrum liðum. Það er klálega þetta. Bara þessar tímasetningar hvenær þeir fara í play-in. Hversu mörg íslensk lið hefur séð hérna vera með 2 út squeaky og 1 sem er að koma hött, skilur. En hversu mörg execute það svona? Gott skotan í gegn. Það er ákveðnis greinur alltaf í sig eitt þetta sem. En það er alveg rétt. Mörg lið einhvern veginn og ég held að þetta einfaldasta útskýringin á þessu er bara game sense. Já. Leikskilningurinn hjá Dusty er bara aðeins. Nonni! 5-7 kóngurinn! Þetta er hann að bjarga öðru rándi hér fyrir Kúlberg. Langleiðina. Tekin í baki sína Clever eftir að vera spreyjar í gegn. Peter á einhvern veginn að klóra þetta ránd til sín. Held ég. Nonni? Já, það er ekki nema Peter segir nei takk. Já, þetta er ekki búið. Þú ert að Leo! Clever. Ó, minn guð. Clever stendur hliðina á honum. Eyðir sko 12 kúlum. Hliðina á honum. Ég veit ekki hvert þessu kúlu gátti annað farið heldur en í Peter. En það lendu ekki. Ég hefði viljað sjá bófið hjá Clever alltaf. Vá. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, þetta á ekki að gerast. Þetta er one of those games. Við höfum allir lent í svona leik þar sem að einhvern veginn er búið að slökka á aim-assistin í þínu. En þú settar púðukúlur bara hjá þér, bara blank. Þetta er líka svo vont að því þú veist mista potentialin á að taka 2-3 AK sko. Þannig að þetta ránd allt í henni var miklu dýrara fyrir það bara út af þessu eina viffi sko. Blast er komin út á vappan. Talaður hann sem góðan útispilara. Fær séns á að sanna það hér. Held að Peter hafi mögulega séðan. Það er með línun á hann. Hittir ekki, rítpíkar. Munaði einhverju hárspreitan náðu kúlun út þarna. Spottar, spottar Edison. Fyrir aftur í lína. Tony nær honum. Já, Víti svarar. Þetta er svo ódýr búið kúlunar þarna. Þeir móti þeimur. Er eitthvað komið niður? Er spurningin Clever mættur? Skemmtilegt ránd fram að þessu. Já, ok. Fram og tilbaka. Víti hins vegar tilbúin hérna. Það hurðin opnast, ætlum fara í hann. Þau byrsan í gegna það. Það var alltaf hrættur þetta glitchi, sko. Ó nei. Fram og tilbaka. Fer hann niður. Hann gerir það. Nei. Clever. Hann býst aldrei við þessu. Clever. Hann fær ekki koma þessar bombu niður. Já, ok, guðsjálf, Clever nær þessu. Þetta mátti ekki vera tæpara. Áhugavert að hann hafi ekki, þú veist, hann veit að hann er dingaður. Áhugavert að hann hafi ekki bara ekki hleypt honum inn á, en ég held að confidence hjá Clever sé smá shaken. Ég held að það sé málið. Hann er sjúk. Hann vildi fá aðeins nokkra aukasekundir til að tjekka hvort það væri ekki örugglega alvöru kúlur í byssunni. Já, hann var líka einhverja eins og ég ætla að bíða eftir að hann er með uppteknar hendur og sitja niður sprengju. Ég tek enga sjansa. Ég fæ bara minn góða tíma til þess að klára counterstreifi og vera vissum það að hlutinni sé að fara að rata þetta stað. Það er svo vont að lenda í svona leik þar sem maður finnur akkurat að confidence þetta er alveg farið, sko. Já. Tvær í röð hér hjá Kúlbergs og það er alltaf bakinu af 5-7 hjá Nonna sem er búin að, í rauninni eiga þátt í því að vinna helming rándana fyrir þá í þessum leik.
Þetta er síðan aftur komin í offengum sitt. Clever tekur á móti. Tekinn. Blasterinn, einnina á móti. Nei, ok. Já. 7-5. 7-5. Góður helmingur. Bara allt í lagi. Já, og bara vantaði svona nokkri hluti sem mér fannst vera smá úr karakter Dusty megin, þú veist, eins og þetta repeak hjá Rafli á vappanum úti upp á Silo. Þetta er the confidence peak, sko. Ég veit ekki hvort hann hafi ekki áttað sig kannski á því að hann væri á vappanum. Þegar ég hugsa út í það. Hann var ekki búin að taka skot ennþá. Hann hefur kannski búist við því að hann væri með M4 og þess vegna fór hann í repeaki, sko. Það geti vel verið. Með grunar, ekki nema, þú veist, kannski er Rafli líklegur að fara í þetta pick anyway. En ég er nokkuð viss hann hafi ekki vita að vappin væri í play, sko. Nei, það myndi allavega að útskýra það. Því að þá hefur hann hugsað að kannski hittar hann í body og ég er alltaf að fara að fá þetta win með advantage í píkinu, sko. Já, þú veist, þegar þú ferði í þetta, ég beygi mig upp á Silo og nú ætla ég bara að standa upp í crosshairði, það er bara, þú vinnur það eiginlega aldrei. Nei, ekki mútið vappanum, alveg klálega ekki, sko. Gott ekki Rafli. Ekki sér í einhverju tásukýtli þarna, finnur ekki Rafli. Óf. Dabbe. Nær ekki að klára hann mútið 2 Peter eins og hann mættur. Dinkar hann einhvern veginn. Báðir lár. En Blastir tekur hann. Blastir á ekki mikið líf hér og er að bakka beint í Panda sem er komin framalega hér. Gerir vel. Afgreiði þetta 6-7 og liðin skipta pistols á milli sín. En Kulbers er samt að koma mér óvart, finnst mér. Bæði Janubis og performance-wise og eru þeir að spila þótt að við höfum séð mistökin vera dætt í gegn. Mér líður svona eins og þú ert búin að aðeins að slípa þetta, skilur. Þá erum við að sjá annan kaliber. Já, og bara munum það að Kulbers eru ekki dottnir úr leik þó þeir tapi hér. Þeir eru í 2-0 bracketinu, þeir fara síðan í 2 líf eftir. 2-1 bracketið, þeir eru 2 líf eftir. Þannig að miðað við þessa frammistöðu myndi ég telja ansi líklegt að við séum að fara að sjá þá í áttalegu úrslitunum. Og þá er það bara spurning hvar í bracketinu þeir qualify, hvar þeir sýta sig inn. Nei, alveg miðað við þessa frammistöðu sem við erum að sjá hér erum við að líta á bara koma bombinu niður. Þetta er sem öllu líkindum bara að fara að ná plantinu hérna. Já. Enginn að elda hann framan af. Bara í rauninni bara geðveikt glokkurátt. Ná 2, ná plantinu. Eða besta sem við getum fengið út úr því. Hvort hann á einum í viðbót til að gera þetta ennþá betra er spurningin. First fire. Gott round, en það sem ég ætlaði að segja var að Kulbers klálega stimpla sig inn sem bara með þessa frammistuðu top 3-4 contender. Við erum ekki ofta að sjá liðin á að gefa Dusty svona erfiðarleiki. Nei, og í rauninni er þeir nú þegar komni fram úr kannski þeim væntingum sem maður hafði fyrir Núk. Já, ég meina þeir eru alltaf sögu líka 2-0 eða ekki? Jú. Þannig að þeir eru búin að slá út annað top 6 lið. Sannfærandi. Eiga sig þessa frábæri seríu núna. Og fá tækifæri til að slípa sig saman í gegnum mótið. Bara bæði fá núna reynsluna hérna á móti Dusty. Vita að þeir geta gefið þeim virkilega góðan leik og þeir taka saman mistökin unnið á í Anubis. Það getur líka gert ráð fyrir að Dusty patsi einhver gutt hjá sér en samt sem áður gefa þeim síðan leik hér í Núk að það hlýtur að vera gott fyrir sjálfstæðstið. Já, algjörlega. Sjá að þeir eigi gott erindi í þessa leiki. En ekki hins vegar úr leik hérna. 7-7, vissulega 70 helmingur en 70 mafsig en aftur á móti öflug leikmennina hjá Kulbers. Hvort það gerir eitthvað Rafli hins vegar tekur hann bara beint í gegn. Það er stundum eins og maðurinn sem er sjötta skilningaviti hvar fólk er á sörnum. Byrjar ekki að skjóta fyrir hann bara beint í krossinu, sko. Tony þrýrjana eða ekki, mættir úti. DJ, jú, Peter hérna í Sigri heldur búist ekki með honum hér. Erfitt ránd fyrir Kulbers til að klóra sig úr. DJ hins vegar kominn. Tímasetninguna, Tony fljótur að svara því Blaster. Já, núna verða þeir að búast við þessar tímasetningu frá Peter. Ég efast einhvern veginn það að þið gerir það, en góð smókur. Já, smókan út. Dabbe lappar hérna inn í gegnum hött og finnur Blaster og Clever. Byggust, það var allavega einhver af þessu stöðum sem þið byggust ekki við. Já, og þeir eru líka svo confident Dusty að skilja bara, þú veist,
einn leikmann eftir gólfinu Já. og einn leikmann eftir bara, þú veist, það er ekkert mörglið sem eru svona tilbúin að heavily rotata inn í þessi agrosvæði að þeir eru hrættir það er inni svo weak og ef það fellur þá getum við Dusty einhvern veginn bara með það mikið confidence í sínum leikmönnum að þeir bara oft eru bara eitthvað, já, hann bara sér þetta einn bon voyage, ég er farin einhvert annað Já, og bara oftar en ekki þá virkar það frábælega fyrir þá og sjáum Kúpers hér núna afturfætturinn, það er sprengt vendið, Nonni komið niður, ætlar að halda droppinu, sjá hvað einhver eldi. Þetta lítur að framkvæmlega einhverja hreyfingar frá, Pítur komið niður, dingar hann. Það er hins vegar ekki killinu, Keira hérna Rafli tekur á móti, fínasta lína sem hann er með. Þannig að öðrum, nei, hann er ekki að tengja, Edison komin í andlita á hannum, tekur hann, fær vappan. Það upp Heaven, þetta er skemmtilegt. Eitt á kassanum samt sem að mun líklega fara bara... Þarf að virkjast núna. Já, akkurat. Góðstæði hjá Pandas þarna. Vatnir eins og að droppaði niður aftur, þannig þeir eru með hann ennþá. BJ lappar í andlita á Peter, tekur hann 3 á móti 2. Vilja þetta round, Cool Bears. Tony, virtist að hann bara prífæra hann, hvort hann hafi nokkuð séð eitthvað pixel eða ekki. Tony fljótur að svinga þessu, tekur hann. Já, þetta er sko peningastaðan ennþá fín hjá Dusty, jafnvel þetta tap einu rándi. Aftur á móti veit ég ekki alveg hvað svör Cool Bears geta fundið þarna. Nei, núna kemur það inn þetta koncept það að þurfa að vera með glósbókina af ströttum. Já. Búin að prófa hitt og þetta, hvað ætlar að fara inn næst? Hvaða lúk ætlar að gefa þeim núna sem þeir búast ekki við? Ætlar að hæja, ætlar að fara hraðar og sýnist að þeir ætla að banka á. Þeir enda líka einhvern veginn alltaf undir í byrjun, hérna Cool Bears. Missa 2 og síðan náður eitthvað smá að klóra hérna í bakkan eitthvað aðeins. En erfitt að ofta þú ætlar að enda undir svona lengi. Tekur í auðsan Pandas. Góð opnun hann að Nonni aftur á skotskónum. Tony svinga bara í þetta. Lókar þessu rössi. Þú veist, Rafli tekur svo mikla athygli með vappan í vendinu þarna. Í rauninni athygli sem hann á ekkert skilið, þannig séð. Nonni klórar í bakkan, finnur Peter, setur þetta í 3 á 2. Smá déjà vu eins og hvernig röndin hafa verið að spilast. Enda 2-3 undir og síðan einhvern veginn á hinn að frakka eitthvað aðeins. Mér finnst þetta skemmtilegt. Af öllum ákvörðunum ákveða að fara út hér. Ég er sammála því. Vita að það var einn í vippa, vilja væntanlega hreinsa hann, nenni ekki að fara í eitthvað leiðindis crossfire á gólfinu. Tony ekki ennþá byrjaður að pæla að það gæti verið möguleiki, en hvort hann fara að fatta það fljótlega, færi líklega bara 2 leikmenn í hliðin á sér. Ég meina, sjáðu svona staðsetninguna sem hann velur sér þarna. Þetta er góð staðsetning. Sérðu hvað hann færi sig? Já. Hann, herðu, check PC eða? Ja, þetta er bara... Þú veist, tímasetningi þegar hann færi sig yfir er á millisekundur þegar maðurinn er að labba í línuna. Ja, þetta er bara game sense par excellence. Það er bara þannig. Já, crazy. Þetta var... og líka það sem ekki synda þeir hafa ekki ákveðið að teka rauða. Já. Þú veist, það hefði hann fengið á beint í hliðina. En Tony líka gerir þetta bara vel. Hann dekkar 2 cover í einu. Tekur þá ef þeir labba close vippa eða þá þeir labba útur vippa. Það voru með sömu línuna. Þeir eru aldrei að fara að rauða þeir hafa ekki tíma. Nei, akkurat. Fyrir utan það búast ekki eins og við að það sé þörf á því, sko. Nei. Og bara þetta sem labba framhjá. Þetta gæti komið... Ná honum, en þetta sem kom framhjá er búið, Pandas tilbúinn. Fær þennan fight, VJ leitar einhverju hér úti. Þá fikk hérna allt og clever. Já, þá voru dagarnir þar sem að þú gast búist við allt eins búist við sigri með Clever haldandi á deglunni hér í 1-4
tala ekki þegar hann finnur einhverja svona smugur, spurning hvort að Hann fær hann í baki, hann sem er að vippa, eða hvað? Nei? Hann finnur hvorugan! Þetta er óþægilegt, getur ekki eins og jú, kannski, fyrir heavenplantið, gerir það ekki hins vegar. Hann Óhefnilegt. finnur hvorugan! Í rauninni hardclearar ekki neitt. Hann lightclearar bæði og já, kemst ekki upp með að finna plantið hana. Nei. Og þú veist, það sem hann er búin að klíra minnst er náttúrulega heaven, þannig að hann ákveður að planta fyrir það sem hann klíraði þó eitthvað. Já, akkurat. En þarna er sko meiri sér staðan sem að Tony tekur þegar hann er að halda vippa áður en hann færi sig er þannig að hann sé ekki sko expósaður frá þeim á löngu línunni úti. Nei. Áður en hann sé hann færi sig. Þarna eru línurnar sem að Pandas og Rafli velja. Akkurat það sem þeir eru faldir frá því það sem hann er líklegastu til þess að softklíra. Akkurat. Þetta er gera þetta vel. Sér í hausinn hana. Þetta tekur hann bara færi leikmennin í hliðina á sér. Finna að forðast flassið hana, nær honum hvort sem er. Nonni í ykkur lurkplay hana, nær honum ekki. Dinkar hann samt en drepar hann ekki með AK. Já, ég veit ekki meir. Áhugavert. Það hefur greinilega einhvern veginn glitchað í gegnum veggarna eða eitthvað, en Clever setur Coolbers í yfir til hér, gefur þeim góða séns. VJ 3 á 1 núna á móti Tony. Ekki láti þetta fara í hausinn á okkur. Tony. Tony er ekkert að grínast. En þú veist, hvernig er þetta bara alltaf svona, Leo? Bara alltaf! Ég skil ekki alveg hvað er í gangi og Clever er algjörlega að fara að geta þetta, held ég. Smokurinn kemur út. Erfitt fyrir Clever hérna. Hann þarf að taka ákvörðun. Vill ég fara niður? Vill ég fara upp? Hvað vill ég gera? Og ég meina, þú veist, Tony er bara ekki að fara að hreyfa sig. nei, hann hefur not a lot of options hérna. Clever verður að fara á gólfið með við þetta. Já, nema hann hlaupir á minn. Já. En mér sýnist Tony vera bara geggjaður í stuðina, komin inn í gula. Hann droppar niður fyrir plantið, Tony lappar út. Er Clever tilbúinn? Nær ekki að tengja. Hvernig er hann með svona lítið líf? Nær, góð flass. Já, hrusilof. Clever! Já, vel spilað. Man líður svona eins og maður sé að horfa á svona horrorbíómynd. Já, þú veist, það er bara Tony er bara Pennywise hérna, byrtist bara einhvern veginn upp á gólfinu í sturtunni hjá þér og dregur þig með sér til helvitis. Já. Þetta er alveg rosalegt og það er ekkert lið sem að gera þetta oftar heldur en Dusty og það er einhver ára og það þarf einhver að koma og hreinsa hérna þessa áru í burtu bara til þess að þetta breytist af því að, ég meina, Coolbers voru búin að spila þetta ránd fáránlega vel fram að þessu. Rafli kominn fram í gegnum smókin, kemst ekki upp með þetta. Þetta er skemmtilegt play. Djarft. Já, þetta er bara, þú veist, ef þú ert að spila bakgrunni kasta þá er þetta fyrsta angli sem þú átt að halda. Ef þú segir gegnum smókin hann að Pandas. Það hlaupa bara inn í gegn, taka gólfa, alveg vita þá að flestir eru úti. Næri ekki línunin Nonni, eru búin að klíra hana og horta núna VJ. Tekinn, staðan 12-8. Já. Gott tempo change á Dusty, bara láta finna fyrir sér allstar á mappinu og það gengur fyrir þá hér, setja þessi í match point. Coolbers bara búin að finna eina lotu hér á 10 hálfleiknum sínum og peningurinn ekki frábær hér fyrir þetta, það sem gæti verið lotan í þessari seríu. Dusty 12, Coolbers 8. Þetta er bara allt núna fyrir Coolbers. Þessi er bara hvergi bankinn stendur framan á sælói. Rafli duðlega að starta. Hittir hann, sýnist mér, einhvern veginn. Tveir fallnir. Þriðji, 4-5 núna. Edison nær einum, nær hans að minnka munin. Hansi mikið sem þar til upp úr þessu. Clever 1 á 4 hér, hvað getur hann gert? Ekki nóg er svarið og Dusty
tryggja sér sigurinn hér 2-0 á móti Kúlbers. Já, þetta var leikur 13-8, OT fyrri Kúlbers klálega að setja einhvers konar stimpil af quality í þessum leikjum og sá engin yfirbragða mistök neins staðar þannig hjá Dusty sem þeir voru að gera en samt voru leikinir jafnir, þótt ég segi nú að það virtist aldrei verið í hættu í Núk en aftur á móti náttúrulega sáum við bara þróið koma fram í Anubis þannig að sem að þeir læra líklegast bara af Kúlbers, ég gerir ráð fyrir að þeir slípi svolítið þeirra protokol yfir hvernig á að haga sér eftir 2v5 advantage eða skiluru við sáum það bara gerast aðeins of oft fyrir minn smekk en aftur á móti voru Kúlbers eins og bara mjög flottir, þetta allt annað lið að sjá núna eftir þessar rosterbreytingar þannig að svo sem ekki hægt að taka þannig sé eitthvað sem vondur að vill vera með að þú veist hvernig þessi Anubis-leikur fór þá voru þeir samt bara flottir sko átti fínustu sirpu sko Sammála því og ef við kannski þú veist hugsum aðeins Núk og í rauninni við hugsum strattið sem að Dusty runnar í þessum best of 3 seríum þeir koma inn, þeir spila fyrsta map, fyrsta hálfleikinn mjög fast and loose, þeir eru að reyna að keyra niður mentalinu á hinu liðinu Kúlbers standast það próf koma sér mjög sterkir í seinni hálfleik svo bara einhvern veginn fór lofti svolítið úr þeim fannst mér í seinni hálfleik í Núk að þeir bara byrjuðu að lenda á þessum vegg aftur og aftur, þeir voru að láta taka sig gegnum smók, það voru fullkomlega staðsettir, fullkomlega tímasett play á móti þeim og það er andlega mjög erfitt að díla við það og eins mikið og svona, þú veist, ég hef oft hugsað já, þetta er alveg svona sniðug pæling hjá Dusty að keyra bara hart á fyrsta mappi í best of 3 með sjálfstrausti á bakvið sig og reyna að brjóta mentalinn. Ég held að þeir bara brjóti mentalinn harðar með því að spila eins og þeir spila á Núk. Ég held að ef þú ferð inn í Núk sem fyrsta mappið á móti Dusty, þá er bara búið að setja þau upp fyrir failure. Já, þeir eru með marga mjög öfluga Núk-spilara, þannig að þetta er, leiðilegt að lenda. Núk er bara þannig mapp líka, þegar þú lendir á veggnum, það er óþolandi. Annar mapp sem er þannig líka Inferno. Þú lendir á þessum vegg, þið langar bara að kvitta í konsól og fara heim, skilur við, það er umulega leiðilegt að spila þannig. En stundum er það bara þannig og Dusty líka bara sýnt okkur að þeir eru komnir strax áfram. Þeir eru ennþá bara með þetta quality og virðist ekkert vera eitthvað búið að hægja á þeirra framistu hinga til, sko. Nei, Dusty búin að tryggja sig áfram í 8. úrslit MVP-seríunar. Þetta er toss-up fyrir mig, sko. Þetta er svo milli Rafli og Tony. Milli Rafli og Tony? Ég veit ekki hvor ég myndi negla niður. Rafli var ágætis entry í Núk, kannski minna sjáanlegur. Tony vel sjáanlegur í Núk, var líka mjög sjáanlegur í Anubis. Þetta er toss-up, sko. Sko, mér langar... Í rauninni, þú veist, Anubis var mikilvægari leikur. Þú veist, og Rafli bjargaði honum klálega. Þannig ef við erum að tala importance af því hvað hann skilaði miklu í þeim leik og tryggði þetta 2-0 af því Núk var þannig sé aldrei hættu, bæði Tony og Rafli voru solid í þeim líka ásamt öðrum leikmönnum, þá held ég myndi örugglega gefa Rafli þetta, ég veit ekki svona sammála því eða ekki. Það er bara flott, ég meina eins og þú segir, þeir voru báðir algjöra stórstjörnur held í báðum leikjum og kannski bara erfitt að dæma en Rafli tekur MVP kvöldsins og Dusty tryggja sér áfram í 8 liða úrslitin en stórmeistaramótið er ekki búið, við þurfum að halda áfram og fylgjast með hverjir aðrir munu vera með í 8 liða úrslitunum og útsendingar halda áfram þriðjudaginn og fimmtudaginn í næstu viku, sjáumst þá.